Komið sæl og verið velkomin í fréttir vikunar með Snorra Másinni ritstjóra þann 30. ágúst 2024. Haustið að skella á, tíminn líður og flýgur þegar það gaman. Í dag erum við að tala við Björn Jón Bragason, sagnfræðing, lögfræðing, rithöfund, pislahöfund með meiru sem hefur verið á undanförnum árum og lengi áberandi í þjóðlífinu og þjóðfélagsumræðunni, hvort sem það í bókaútgáfu, í dagblaðaskrifum eða hverskins fjölmiðlastarfsemi og að mínum mati og að mati ritstjórans með á nótunum í furðulega mörgum málum hefur skrifað núna undanförnu mjög öfluga greinar í DFF með sögulegu samhengi það sem einn þráður af því sem að gerast í okkar samtíma sem þessi sjálfsmyndar hnignun á Vesturlöndum. Það stóra myndin og þetta tegir sig inn í menntakerfið, inn í hugmyndakerfin okkar, inn í umræðuna, inn í stjórnmálin og við erum að leita einhverjum sannleika þetta það hvað á seiði hjá okkur. Ekki allt slæmt að sjálfsögðu, margt gott en Björn Jón Bragason hefur ákveðna innsýn í þjóðarsálina. Við nefnum á stundum hér í upphafi þáttar að fréttavikurinn í samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki á frjálsum markaði. Eitt þeirra Myntkaup sem það fyrirtæki sem ég persónulega leita til þegar ég ætla að festa kaup á rafmyntum eins og Bitcoin. Þetta örugg leið, einföld leið, þægileg leið, frábært app, örugg leið til þess að skoða þennan spennandi nýja eignaflokk sem margir hafa í sinni tíð áhuga á. Annað fyrirtæki Reykjavík Photo. Reykjavík Photo sá staður sem ég mæli með að þið leiti til ef þið að leita að einhverju sem tengist hljóð, mynd eða ljósi til þess að í sumtilvikum fá gæðavörur á ótrúlegu verði og vera farin að framleiða það sem fagmenn voru að framleiða fyrir 20 árum sjálfur með nýjum græjum sem kosta 100 skall og þetta ótrúlegt. Við ætlum að fara í viðtalið við Björn Jón Bragason til þess að glöggva okkur á því. Þá get ég nefnt nokkur af þeim málum sem okkur verður rætt í þessum þætti. Hrun Sjálfstæðisflokksins, borgaraleg stjórnmál almennt, ólýðræðisleg ríkisvæðing stjórnmálaflokka, fjármálasaga Íslands, sjálfsmynd þjóðar á hnignunarskeiði í ýmsum málum, í félagsmálum, þjóðarstoltið, félagsleg hnignun á Vesturlöndum, félagsamtökin öll, hvað varðum þau, ástætti háskólum landsins og margt fleira. Björn Jón Bragason. Og reyndar þannig ég muni það ást á ættirðu, ást á sannleika, það eru kjörur fréttaþáttarins. Fyrir ekki viljum okkur svona bara? Það held ég. Það ekki. Mættir í Sigurðarstofu Sævars eins og við kallar hana með Birni Jóni Bragasyni. Velkomin Björn. Takk fyrir. Góð skap í dag? Ég bara nokkuð held ég. Já. Hvað að gera þess að dana? Ég ætla bara að kenna og skrifa það sem ég að fást við. Já, þú ert einn af fámönnum sem ég þekki sem að því að ég leitaði til þín á Facebook hvernig dögunum og ég sendaði eitthvað að því ég er að skrifa endurminningar ákveðins manns og þú ert einn af fámönnum sem ég þekki sem myndu segja já, ég mikið leitt hugan að formi endurminninga. Já. Þú hefur alltaf verið að skrifa það ekki? Jú, bara frá því ég var í sagnfræðinni. Ég bara leiddist út í það að skrifa og hef bara alltaf verið fengið einhver ný verkefni á því sviði. Já, þú hefur ekki hætt að skrifa? Nei. Og hvernig hvað felst í því að skrifa? Því nú erum við að lifa tíma það sem við erum með gervigrindina sem orðin góð að skrifa og verður sífellt betri. Hvað ferli þetta að skrifa? Þetta að henda reiður á hugsunum sínum? Þetta að skrásetja? Þetta eitthvað annað en að tala? Hvernig hugsaðu þetta? Það verður eftir hvað við erum að tala um. Við erum að tala um endurminningar eins og það að segja einhver sem lifandi sem þá viðfangsefni sem þá að það að segja viðkomandi sjálfur viðfangsefnið að þá náttúrulega byrja maður á viðtölum og á mörg viðtöl og svo spurning hvað til af heimildum viðkomandi, maður skoðar allt sem maður mögulega finnur og bætir inn í og svo líka eins og við vorum að tala um daginn hvernig á formið að vera á það að vera í fyrstu persónu eða að segja að sé sjálfur sögumadur eða á það að vera í þriðju persónu og og svo einhvern veginn svona þegar áður maður veit af það er maður komin áleiðis með texta og svona lýsingu og lífsklaupi viðkomandi. Já, og svo skrifar náttúrulega líka bara almennt, þú skrifar náttúrulega þína pistla í DFF sem
sem eru margir engar góðir og þar ertu að velta fyrir því samfélagsmálum. Hvernig ferli það hjá þér að skrifa þessa pistla sem eins og sé, margir taka eftir og stundum ertu svona að tala mál sem eru kannski ekki endilega allir umfyllunar allstaðar annars staðar á sama tíma og stundum bara að taka þátt í dagurmálunum. Ferlið sjálft, það er náttúrulega bara eitthvað sem það er eitthvað að gerjast með mann í höfðunu svona í vikunni og svo sest maður niður kannski á laugardegi og setur það á blað sko. Já. En það getur stundum tekið langan tíma að formúlera hugsun sína. Maður er og maður þarf að fletta mikið upp og svona það er eitthvað sem að rifjast upp fyrir manni og maður er að sjá eitthvað tengingar og að því maður er sagnfræðingur þá er maður ofta að reyna að tengja eitthvað í samtímanu við söguna. En mér er svo skrítið sko hvernig þetta gerir, stundum er maður að lesa eitthvað og bara blaði í einhverju eða hlusta á eitthvað og heyrir eitthvað og það svona verður eitthvað eftir í hausnum á manni, svo hugsa maður ekki aftur það og svo er maður eitthvað löngu síðar að skrifa eitthvað, þá allt í einu myndast þessar tengingar sko, þetta geymist eitthvað í kodninum og maður veit eiginlega ekki fyrir en eftir á sko, hvernig þetta var allt saman til sko, þetta sem maður skrifaði sko. Nei, minnið er líka svo skrítið fyrirbæri og það er einmitt í einni óútgefinni ævisögu eða endurminningu sem ég skrifa, það var einmitt viðmælendi minn þar sem ég var að fjalla sem einmitt talar einmitt að þegar hann var í menntaskóla 1960 þá var hann að tala að þá hafði Penrose komið fram með þessar hugmyndir að heilin væri svo tölva en svo kemur í ljós að þetta er miklu flóknar, við skiljum ekki almennilega minningar og þetta er náttúrulega svo, við hugsaum hvað þetta er magnað að tala við einhvern kannski á níræðisaldri sem er að rifja upp eitthvað sem gerðist fyrir kannski 80 árum og hann er kannski að rekja svona bara einhvern viðburð svona mjög nákvæmlega fyrir þér en svona kallast mjög skyndilega fram og þetta er til dæmis eitthvað sem við skiljum ekki almennilega hvernig virkar og eigum eftir að fá botn í Já, en þetta er alltaf stórkostlega magnað af því að maður hugsar út í það ég held að minningar geymist að mörguleiti með því að endurtaka þér það er að segja það er bara þannig sem þú getur varðveitt þær með því að vera alltaf að spila þér í hausnum á þér Já, ég líka að því að nú er nú kennari og maður er að hvetja nemendur til þess að glósa, ég ætlum að segja alveg á móti því að menn sé að glósa á lyklaborð og þetta ég vil lesa með þetta rannsóknar þegar menn virðast vera átt bara okkur í sjálfstýringu á lyklaborðinu en það menn eiga sérst að skrifa niður með penna og það festist mikið betur í minni það er svona, þegar menn þvinga sjálfa sig miklu meira til að skrifa með penna og það var einmitt fyrir nokkrum árum svona 10-15 ára var okkur kona í Vestmanni sem var 100 ára í svona dæmigerðu svona afmælisviðtali hún var svona alveg ótrúlega minnu menn hefði bara aldrei vita hana eins hún gat sem mitt svona rakið hvað sem var að gerast dag fyrir dag fyrir ára löngu síðan og hún var spurð út í það hvort hún hefði einhverja skýringar á þessu en hún taldi sig mögulega að hafa þá skýringu hún hélt dagbók og skrifa alltaf í lok dags upp allt sem gerist og einmitt svo ég hef svolítið kynnt mér svona glósutækni ég var að kenna nemendum þetta glósa og svona nemendur sem er að byrja í háskóla hvernig á maður að reyna struktúra fyrir sér efnið og blað og einhvern veginn og læra, festa sér í minni og það sem virðist virka best er einmitt að setja á blað þegar maður er að hlusta og með handskrifa eða líka að nota svona skjáborð eða iPad líka bara nota þessa hreyfingu sem vera með höndina ekki bara fingurna á lyklaborðinu sem verið vera eitthvað skrifa táknin skrifa þetta upp og kíkja á þetta í lok dags og svo það kemur á prófunu þá verður eftirleikur miklu léttari það er þessi tenging það er þess að þitt efni sem þú bjóst til og þetta er mikið rannsakað og er auðvitað engin spurninga og við þurfum þetta að þjálfa minnið Já, en það er einmitt þegar maður er að tala um gerfugrindina og að skrifa og nú hefur maður og að læra eitthvað og ég hef nú ekki verið í námi frá 2020 en maður reynir að læra eitthvað nýtt en ég veit ekki hvort ég hef lært eitthvað nýtt maður veit það ekkert alveg, maður getur ekkert verið viss en ég veit á ævinni þá hef ég lært hluti eitthvað hef ég lært ég tilengaði mér þýsku og spænsku til dæmis og síðan í seinni tíð þegar ég hef verið að djöflast í að koma einhverju frá mér ég var til dæmis í Þýskalandi fyrir nokkrum árum bara í fyrra að vinna eins í einhverju svona skiptiprógrammi hjá þýska útvarpinu og þá var ég komið með þessa tækni í hendurnar sem skrifa fyrir mig þar að segja ChatGPT mjög góða þýsku eða svona allan að mun betri þýsku en ég færum að skrifa vegna sem mín er svona bara eins og gengur, bara útlendingur sem læri tungumál hann er ekki að fara að vera mjög vel ritfær hann getur kannski alveg bjarga sér og skilið og átt samtal en ritfærni er
svo rosalega flókin færni og þetta svo rosalega svona raffinirðu tækni sem að tileinka sig við svo langan tíma með svo mikill æfingu til þess að geta einhvern mann talist sko almennilega skrifandi og ég einhver var að segja daginn að fólk verður bara ekkert almennilega skrifandi oft fyrir nefnitt upp úr kannski 30 sko eftir alla þessa þjálfun og ég nú alveg eftir 30 þannig ég er spenntur fyrir því en sko það leið með að þessu svona að tala sko að ef maður skrifar ekki sjálfur, ef maður gerir ekki sjálfur af því þess vegna er að segja ég svo fegin að gervigreindin hafi ekki verið komin þegar ég þurfti að tileinka mér þessi tungumál af því þá þurfti ég að setjast niður og skrifa texta sjálfur, að vísu kannski ekki að handskrifa alltaf, en það ferli ef maður glatar því, þá glatar maður hugsuninni sko, þannig að þetta er svolítið áhugavert að hugsa þetta. Já, við líka sko gleymi svo oft þegar við að tala að hvetja, ég er mjög upptíkin að þess að hvetja nefnir til mjög lestrar, það er bara eina leiðin til þess að fá aukna málfærni og betri máltilfinningu og orðaforða og svo framvegis að það er bara að lesa meira að það er ekki bara til þess að sko öðlast færni í því að geta skrifað og geta sem er alltaf að láta tæknina að gera fyrir sig í framtíðinni að hafa eða til þess að geta lesið eða til tjáskipta heldur líka til hugsunar og það fer ekkit frá okkur, við verðum ekki að hugsa og við þurfum orðaforða til að hugsa og það er mjög áhugavert að sem er að sjá einmitt svona vísbendingar að það er þessi svona geðræn vandamál hjá fólki og sem verðast vera aukast eins og hjá ungu fólki að það geti mögulega staðið einhverju samhengi við það að fólk reynilega bara kom ekki orðum að hugsunum sínum og þannig að við sjá það til svo mikils að vinna að menn öðlist sko djúpan málskilning og hafi góðan orðaforða bara til að geta skilið sjálfan sig sko. og það mun ekki fara frá okkur sko. Nei, það mun ekki fara frá okkur við orðsins menn getum verkamenn orðsins getum huggað okkur við það að þessi færni mun líklega ekki fara frá okkur og enn frekar þá er það sko þá eru einmitt menn í tæknibransanum sem haldaði fram að einmitt fólk orðsins sé það fólk sem mun í raun og veru núna vera að koma með ákveðið forskot sko, gagnvart því að vegna þess að ef að tækninni til dæmis farin að geta segjum að þú þurfur að forrita forrit og það hefur verið verðmætt á síðustu áratugum vegna þess að einhvern veginn tæknin hefur búið til þá stöðu og svo allt í einu verður það í raun og veru bara gert með því að tala á ensku eða eftir átökum íslensku eða þýsku eða spænsku eða whatever við tækið þar að þá þarftu þá bara að geta orðað hugsun þína skýrt sko, þú þarft ekki að kunna neitt annað í raun og veru sko, ef að tækin eru farin að gera allt fyrir þig sko. Ég held að sko, við förum bara aftur í fornöld sko, að við vorum með sko, þessa miklu mælsku menn fornaldar eins og bara í rómverska lýðveldinu það sem kannski Cícero og kannski frægastur að þá þurftum en að sko, þá var sko tækið sem notið var umfram allt röddin og það er að segja þetta menn þurfti að samfara aðra í ræðu og svo gerist það með keisaratímanum og þetta er að segja og því einveldi sem þá kemst á að einhvern veginn að þetta verður ekki eins mikilvægt og þau eru komið frá miðaldir að þá er þetta bara allt í bréfaformi og þessu ritaformi og það er svolítið gaman að því að vera að kenna sko hjá lögfræðilega textagerð, það er svolítið áhugavert að eins og bara hvernig stefnur eru settar upp og það er eftir sko einhverju svona miðalda bréfaformi sko. Og við erum eiginlega ennþá sko fastir á þessu í einhverju rituðu heimi en svona ég held að það sem hlýtur að gerast með tæknibreytingunum er að við þurfum eiginlega að komast aftur í hennar munnlega heim og til dæmis það að mæla þekkingu sko það er að segja þegar þú hefur aðgengi að láta einhvern annar skrifa allt fyrir þig að þá þurfum reynilega að mæla þekkingunum miklu frekar munnlega heldur en skriflega. Já, við þurfum einhvern veginn að rísa bara sko upp úr bókunum einhvern veginn bara og eiga meira samtal. Já, og þegar maður hugsar út í að þú veist þegar ég var í MR þá var munnlegt próf í einstaka fögum en það var svona einhvers konar það var í miklu auka hlutverki á öllu samhenginu sko. Stúdentsprófin þungin var í þessu bara að lesa texta, skilja texta, koma þekkingu frá sér í því formi og svo voru munnlegu prófin svona hálfgert aukaatriði sko. En maður getur fundið svo verulega vel á mannesku bara með því að tala við hana, hversu vel hún er að sig, hversu vel hún er fær að eiga samtal efnið og annað eins, þannig að þetta er kannski eitt af því sem menntakerfið þarf að laga sig að eða svona einhvern veginn að haga seglum eftir þessum vindum sko, að skoða þetta eitthvað nánar en við erum föst í kerfi sem mælir ritamál og ritamál er ekki lengur kannski endilega, þú veist, ef við gefum okkur þessi tækni muni ná frekari framförum og verða enn betri að skrifa og enn betri að skrifa íslensku sem er mjög
líklegt að muni gerast, þá þurfum við einhvern veginn að endurhugsa og þetta allt skólakerfið og þú hlýtur að hugsa þetta daglega í þínum störfum, þú ert að kenna í verslunarskólanum, það er lögfræði þar þá og sagfræði eða saga eða... Ég kenni bara lögfræði og svo fjármálasögu. Já, en hvernig, hver eru, að því að viðhorfið sem að mætir hjá kennurum auðvitað og allar stéttir auðvitað að hafa sína hagsmuni og eru rótgrónar í sínum vinnubröðum og svo framvegis og ekki líklega endilega til þess að taka öllum tækninýjungum eða framförum, hvort maður kallar þetta framfarir, það er spurningin, þú veist, fagnandi, þannig að hver eru sjónarmiðin þar? Ég held að svona, eins og inn í kennslustundum, ég held að mér sem svo mjög stífur á því að menn séu einbeittir og ég vil helst ekki að menn séu ekki að nota tölvur í tímum, ég held að það á að vera samtal við kennaran og menn þurfa að vera einbeittir og við þurfum einhvern veginn líka að losna við eins og ég bannað síma það er nú kannski að verða sem betur fyrir almennt að þá ekki við í kennslustundum menn verða með einhvern veginn að aga fólk til þannig að temja sér öguð vinnubröð en það er bara svo margt í öllum fræðigreinum sem menn þurfa að læra ákveðin grunn til þess að geta svo haldið áfram og þannig að þessi eins og með gervigreindin og þetta geta flett mörgu upp að við þurfum að hafa grunninn til staðar eins og þú þekkir vantilega sjálfur þegar maður er að vinna með eins og því ég sjálfur verið að skrifa eitthvað á þýsku að mér finnst mjög gagnlegt að nota gervigreindina en ég sé ýmislegt sem ég þarf að laga þannig að ég get einhvern veginn nota hana og grundvill einhverja þekkingar Akkurat, já, maður þarf í raun og vera ritstjóri efnisins að taka sér ritstjórn þess efnis sem kemur þannig að það getur ekki horfið að þú þarft eftir sem áður að kenna nemendunum ákveðin grunn til þess sem að þeim munu síðan geta nýtt þessi tæki en vegna þess að annars er bara hættan að menn verði þrælar tækninar og eins og mér finnst óskaplega að horfa upp á ungt fólk sem eru kannski orðið fíklar í einhver smáforrit og í stað þess að menn séu þá herrar í eigin lífi og stjórni tíman og þá komast menn ekkit út úr þessu Nei, en hvernig svona almennt er menningar ástandið á meðal unga fólksins? Nú er maður ekki umkringdur fólki á þessum aldri en þetta eru auðvitað þeir sem munu erfa landið eru þarna í verslunarskólanum meðal annars hvernig finnst þér þetta, er fólk metnaðarfullt, vill fólk gera, hvað vill fólk gera, hvað er það hugsum? Já, ég verið varðið það með störa mjög svona, og það er líka áhvert líka gaman að hlusta líka bara viðhorf fólks á þessum aldri það er á margan hátt íhaldssamara heldur en svona mín kynslóð og svona og er svona er svona mikið svona það er svolítið áhvert með data með var fundur hjá stjórnmálaskóli hjá Heimdalli nýlega sem ég heyrði af, ég var ekki staddur þar en þá hefði stjórnmálafóringjarnir mætt og voru að tala um unga fólkið og allir að fara að tala um loftslagsbreytingar það hafði engin áhuga að tala um loftslagsbreytingar þau vildu tala um innflytjendamál og þau vildu tala um orkumál og maður bara tekur að tala um nemendur hvað er oft vel að sér nýlega var að spjalla ykkur nemenda sem var með alla kilowattstundir á hreinu bara og hvað væri meðlega stödd í orkumálum þannig að mér finnst það svona mér finnst það ótrúlega oft sem að fullari fólki einhvern veginn nálgast svona fólkum tvítut eins og það séu bara einhverju fárálingar þegar er alveg ótrúlega vel upplýst oft en svona í þessum þáttum sem eru þér hugleiknir eins og til þess að geta komið frá sér orði og svo framvegis að ég veit marga innan menntakerfi sem tala mjög svona báborið ástand í þeim efnum að bara að fólk kemur inn í háskólana í stríðum strömmum án þess að vera fært að skrifa eina blaðsíðu og ef þú getur ekki skrifað eina blaðsíðu þá getur þú ekki hugsað mjög mikið það er staðan þar að segja, þú getur eitthvað ekki hugsað samkvæmt þeim hugsanakerfum sem við ólumst upp við þannig að hvar finnst þið það vera staðan? Já, því miður, það er líka annað það vantar svona skýrari viðmið við erum eitthvað sem heitir stúdentspróf því er eitthvað skapalegt, þú getur verið með stúdentspróf og jafnvel með alveg sæmilega einhvern en þú ert ófærum að skrifa almennilega texta og það vantar til dæmis eins og það var svo mikil umræð í sumar samræmd próf til dæmis og grunnskóla ég held við þurftum að gera bara svo danir að vera hreinlega með samræmd próf til þess að sé eitthvað mælikvarði á eitthvað lágmarks þekkingu til dæmis bara eins og til dæmis íslensku þú getur ekki verið að fara upp í háskóla að læra til dæmis fag sem gengur bara út á að vinna með íslensku eins og lögfræði ef þú hefur ekki lágmarks þekkingu í íslensku og svona eitthvað lágmarksfærni
Nei, en sko, já, ég meina, og þar er við með einhverjar einingar sem eru ekki hrifnar af samræmdum prófum og það er alltaf einhver svona pedagógísk og samfélagslega og pólitísk sjónarmið og ástæði fyrir því. Hvað er þetta sem hefur gripið sig gagnvart einmitt mælingum og samræmdum prófum og öðru eins? Þetta gamalt sko og þetta hefur verið svona grassera lengi. Þetta hefur farið svolítið hljóðlega hérna og það var einmitt hérna. Ég þreytumst nú aldrei á að vitna í viðtal sem ég las í fyrra við hérna Sylvain Fort, hann er hérna franskur germanisti og var hérna einn af helstu aðstoðamönnum Macron Frakklandsforseta á síðasta kjörtímabili og þá helst í málum sem tengdu Þýskalandi og hann var að tala með það sko, ég hafði aldrei áttað mig á þessu áður sko að það sem gerist þarna 62 er að það gerur þessi samningur milli de Gaulle og Adenauer kanslara að það þurfa að tengja Þýskaland og Frakkland traustum böndum þegar það er bara partur af hérna Evrópusamrunanum og líka þetta að koma í veg fyrir styrjaldir. Þetta er náttúrulega þessi tvö höfuríki sem höfðu ást við í tveimur heimsstyrjaldum. Já, við vildum vera með sameiginlegan iðnað og þannig eins bara til þess að hafa sameiginlega hagsmuni. Ekki bara það er að segja það gengur lengra vegna þess að í menntaskólum var það þannig að allir sem það gengur menntavegin fóru í háskóla í hérna hvoru landu sig átt að læra tungumál hins þannig að það gerist það tíma voru þarna kannski 2 kynslóðir af sko þýskum menntamönnum sem kunnu frönsku og vice versa og þannig að það var alveg gríðarlega mikil samgangur milli þessara ríkja og það er mörgulegt ennþá í Þýskalandi en í Frakklandi þar var hugmyndafræði ríkjandi tíma að tungumál og það tungumálanám hvort sem það var í fornmálum eða nýrri málum væri það sem við kölluðu elitenbildung það væri verið al- og mannamun og hérna og það beinlínis hugmyndafræði sem gengur út á það eigi bara að fletja allt út og það megi ekki raða fólki eftir getu og svo framvegis og þessi hugmyndafræði hún hefur bara heldur betur sko til rótum hérna en hún hefur svona, ég held hún er svolítið meira læst aftan á okkur, þetta var miklu kannski í Frakklandi var þetta kannski bara meira fyrir opnum tjöldum þessi hugmyndafræði sem margir halda fram. Já, og sko og bara mjög forvitnilegt að sjá hvernig sko einmitt þessi grunnur og vafalaust á þetta sér rætur enn lengra aftur í tíman bara með tilkomu bara marxísks hugsunarháttar sko í raun og veru bara þessi ofuráhersla á jöfnuð í ýmsum skilningi og þetta er einhvers konar á endanum er þetta jafnréttis ofsi í raun og veru þar sem að þú getur ekki lengur sætti við að einhverjir muni skara fram úr vegna þess að og þá er auðvitað eina lausnin að jafna niður á við það er bara lögmál þannig að þetta er stærra fyrirbæri en svo að maður geti einhvern veginn fest fingur á hvernig þetta byrjar en þetta er meiri háttar hugmyndafræði og hún er mjög sterk í allri hugsun í skólakerfinu núna í dag. Já, en það eru samt sko, ég tala nú svo marga sem eru sammála mér þannig að ég held að kannski við sem eru þessara skoðan þýstum nú kannski svolítið að láta meiri okkur heyra en þetta, ef við kannski förum kannski 100 ára aftur í tíman kannski eins og það var aftur á 19. öld þá vorum við með forréttindastéttir þá í krafti sem sagt þá bara voru tiltekna fjölskyldur sem voru þá aðalsfjölskyldur sem höfðu forgang til embætta og þannig að allt embættismannakerfi og utanríkisþjónustur voru uppfyllar á einhverju forgangstéttum og það sem menn vildi losna út úr þessu það væri jafnrétti en menn voru samt uppteknir að það yrði að vera einhvers konar yrði að vera meritokrati við yrðum að gera kröfur sömu kröfur og meiri kröfur heldur en höfðu verið gerðar og það er svolítið áhugavert að ég veit ekki hvort þú séð hérna bók hérna Kissinger, síðustu bóki hans Leadership, þar sem hann átti viðtöl við ýmsa þjóðarleiðtoga sem hann hafði kynst á lífsleiðinni og hérna höfðu haft mikil afgerandi áhrif á heimsmálin svona fólk á eftirstríðsárunum og þetta fólk átti allt sammert að það kom úr hérna kom úr millistétt og hafði átt tök á að mennta og hafði náð mjög miklum árangri og hafði lært að vera með húmanískan grunn sko mjög breiðan og það sem var mjög svolítið áhrif sem hann var að tala hvernig háskólarnir okkar samtíma bara á Vesturlöndum og víðar heim að háskólarnir eru gríðarlega góður í að búa til stjórnendur fyrirtækja og hverskins sérfræðinga sko í allir fyrir hverskins raunvísindum sem dæmi en sko skólarnir eru ekki með sama hætti að útskrifa fólk með svona breiðan húmanískan grunn
sem til að vera góðir stjórnmálamenn eða embættismenn sem að höfðu svona, sem væru embættismenn á hollustu við ríkið. Já. Og hann sagði bara, sko, þetta fólk bara verða vandfundið vegna þessar húmansku greinar og félagsvísindin, að þau eru bara alltaf brotna upp í stífellt minni hópa svona greina, eins og við sjáum svona, hvað það fötlunarfræði eða hinsegin eða allskyns líka greinar eða feminisma, það sem menn eru jafnvel með agenda í fræðigreininni, sko. Já, og sko eins og ég sá þetta í háskólum þegar ég var núna þar í íslensku frá 2017 til 2021, þá var það sko einmitt margt gífurlega gagnlegt og frábært og annað mjög, bara svona af mjög pólitískum toga í raun og veru, sko, en kennt eins og að sé í raun og veru bara staða fræðana, þetta staða fræðana, nema bara mjög pólitísk útgáfa, en í raun og veru kynnt til leiks eins og hún sé hinn hlutlausa útgáfa af fræði mennsku. Og já, ég meina, en sko í víðari skilningi mitt, þú veist, þá lifum við náttúrulega líka tíma sem eins og Einar Þór Jónsson í París orðar það, sko, bara þetta hrun klassískra mennta. Það er að segja, við horfum á það og við höfum hort á það í sé ekki rauntíma, en svona á allra síðustu áratugum þá hefur orðið bara hrun klassískra mennta, allan svona eins og það þekktust í margar aldir og allar götur raunar frá miðöldum eða hvernig sem maður myndi sko festa þann tímapunkt, en ég hef skoðað bara til eins og námskrána á 19. öld í Bessastaðaskóla 1800 þegar Jónas og Konráð þeir voru þarna 1829, 30, 31 þegar Sveinbjörn var að kenna á Hallgrímur Skeving og fleiri, þá var þetta í raun og veru bara eins og svo námskrá sem eiginlega mætti mér þegar ég fór þangað í formáladeild 2015 þannig að það var ákveðin samfella sem að kom inn í þar, en allar fréttir sem að færi þú veist, minka umsvið formáladeildar, minna úr þessu sameina og endanum þá veit allir hvernig niðurstaðan verður að lokum, sko, ef því er leyft að gerast að einhverjum myndi hætta þessu, en það er svona ákveðin samfella sem maður er mjög þakkláttur að hafa fengið að taka þátt í, en óttast að sé einhvers konar tröll sem er bara að fara að fá sólarljós á sig, sko. Það voru alltaf formáladeildir í fleiri menntaskólum hérna bara fyrir ekkert svo mörgum ári síðan, og hérna, ég man það voru strákar sem ég þekkti sem að á 10. áratugnum sem voru síðustu nemendur á formáladeildin í MH. Já. Og þeir vildu fá hérna Guðna rektor í MR í lið með sér til að berjast fyrir tilvist formáladeildarinn í MH, og hérna og Guðna var svo mikið hann sagði þetta verið það ömurlegasta sem hann hefði heyrt síðan djöfullinn hleypti rafmagn á gítarinn. Já, já. Þú veist, en þetta er almennt ástand, þetta er ástand og ég veit það ekki, ég veit ekki hversu mikið maður getur skrifað á, þú veist, af því að þetta er náttúrulega, þetta er svona flókin atburðarás með svo mörgum orsakavöldum út allt, þannig að fólk er alltaf að reyna að finna hérna einu sönnu orsök. Já, en þetta er líka, sko, svo verður þetta svo erfitt eins og þetta viðtal við þennan frakka sem ég var að tala um, að sko, svo ertu bara komin á þann stað, sko, eins og það verður ekkit aftur snúið, fólkið sem kendi þýsku bara horfið, sko. Já, þannig að það er ekki takt að, og við sjáum þetta svo bara líka núna, þú skrifaði allmis mjög góða minningagrein Þyri, dönskukennaran okkar í menntaskólanum í Reykjavík, að hérna, hún allmis svona opnaði með þessu augum mín fyrir því hvað verið mikilvægt að kunna Norðurlandamál. Ég var á ráðstöfni í síðustu viku sem allt fór fram á Skandinavíu, sko. Þú veist, ég er í mesta basli með að láta nemendum mín að lesa texta á dönsku. Þegar ég samt að vera stúdentar í dönsku. Já, þetta er ákveðin, þú veist, stúdentsprófið er náttúrulega ákveðin brandari, sko. Það er kannski máli, að þú ert með stúdentsprófið frönsku, spænsku, dönsku og einmitt íslensku eða ensku eða eftir atvikum. Þú veist það að segja, ef þú hefur lokið námi í þessum fögum og ert með stúdentsprófið í þessum fögum, þá bara en það þýðir ekki neitt, það er ekki að marka þetta. Nei, ég skil ekki hvað sína ósköpunni getum við ekki, og það, mér finnst þetta enn og aftur, við erum einhvern veginn að skilja okkur svo mikið frá hinum Norðurlöndum. Í Danmörku, þegar ég þar eru samræmt stúdentspróf og það eru mjög skilgreindar sko brautir, hvað ertu að fara að gera í háskóla, og hérna hér er þetta bara svo mikið sem einhvern veginn, og meira þess að það er eitthvað sem heitir opin braut, þú getur raunverulega útskrifast að engri braut, sko. Og ekki með neitt í neina sérhæfingu. Ég meina, akkur er verið að halda fólki þó uppteknu í einhverju sem að akkur er það ekki að gera bara eitthvað annað, sko, eða er ekki að stefna einhverju marki. Nei, þarna, sko, í víðari skilningi, þegar við erum að tala um þetta, þá erum við náttúrulega líka að tala um bara breytingar í kúltúr í kringum tungumáli sjálft, og enskan náttúrulega, ég ber þá von í brjósti að hér hafi verið einhvers konar svona undantekningar ástand að meðan snjalltækin komu, en beinþýðingar voru ekki komna, þannig að börnin greiðin einhvern veginn voru berskjöldu fyrir allt og mikill í enskunotkun á kostnað eigin móðumáls
10-15 ára skeið sem ég vona senn að ljúka, en það bara kannski bjartsýni. Og þetta veldur því náttúrulega, þetta hluta þessu sem við erum að tala þetta í raun og veru bara rétt eins og maður sér viðtöl við bara fólk frá 1970-75 og það kannski menntaskóla og mann líður eins og þetta sé bara eldra fólk að hlusta á því tala sko. Þau eru jafnvel eldri í útliti en ég kann ekki skýringar á því en það svona það allt annað og það var þá væntanlega vegna þess að það hefði bara verið í návíi við fólk sem talaði svona það var einhver meiri samfella í þessu en þetta rofnar þetta eitthvað, foreldrar ekki svona mikið með börnunum sínum og börnin eru þá bara að fá þetta á netinu og á endanum skilur þá bara hættir fólk að bera virðingu fyrir þessu sem á að vera tungumálið þeirra sko. Já, þetta að skilja hvert annað. Já, og þetta að skilja hvert annað. Hvernig þarna metur þú það því ég veit að þú hefur fjallað talsvert það og maður vill ekki gera út af fólk af svona með áhyggjum af stöðu tungumálsins en enga á síður. Í víðum skilningi þá hefur það svona látið undan síga í ýmsu tilliti á allra síðustu árum en meira. Hvernig myndir þú mála upp stöðuna í því máli? Ég finnst svolítið vont líka hvernig sko það eitt í þessu það sem betur fyrir þá svo tölvur umræðum það við þurfum að það þarf að vera, íslenska þarf að vera gjaldgeng hún þarf að vera og eins og bara því sem hér ynga flytjast læri íslensku svo framvegis, það ein umræða en svo hitt sko, það málvöndunni og við getum ekki gert sömu kröfu til allra og það einhvern veginn sko virðist jafnvel vera að vera einhver tabú sko, þetta eins og ég vil geta treyst til eins og að menningarstofnanir ríkisins þar sé bara gott málfar og ég geti treyst í skrúða frá ríkisútvarpinu þar sé bara töluð gullaldar íslenska sko en þar meira að segja sko málfarsráðunautur og sem greinilega les ekki yfir handrit vegna sem maður ítrekað heyrir þætti sem eru greinilega unnir eftir handriti sem ekki prófarkalesið. Ég meina þú veist, maður lætur aldrei frá sér bækur eða tímaritsgreinar sem eru ekki prófarkalesnar. Og sko, þetta er bara svona bara almennt sko, bæði virðingaleysi en svona að sko þetta þarf að vera auðvitað einhverja kategóríu, sko, það er að segja að við gerum meiri kröfur til ákveðina stofnana og við getum ekki gert sömu kröfu til annarra sko. Nei og ég sammála því að sko og eins og allir bara Eiríkur Rögnvaldsson hefur náttúrulega lengi í langan tíma núna verið þeirra skoðunar og verið mjög áhrifamikill sem slík sem álitsgjafi í því efni að svona auðvitað eru undantekningar fyrir því í hans hugsun en svona almennt séu allar leiðréttingar og umvandanir allavega mjög afar vand með farið fyrirbæri og í raun og veru svona ber í flestum tilvikum að forðast ekki alltaf hann gefur alveg hann segir alveg að það megi alveg auðvitað hafa skoðun og tungumál og svona en þessi ofurvarúð gagnvart öllu sem heitir einmitt umvöndun eða einhvers konar skoðun á málfari annara hefur líklega gengið svolítið langt það er líklega málið, þetta hefur gengið svolítið langt sko, þú veist og eftir situr núna að það í raun og veru einmitt eins og segir, orðið problematískt í hugum flestra, ekki flestra hugum margra að hafa einhverju skoðun og tungumál annara sko. Já, þetta er náttúrulega örugglega eitthvað svona kennslufræðilegt sko, já, eða uppeldisfræðilegt að það með ekki skamma, það er nú einhver hugmyndafræði sem var einu sinni líðið að það mætti ekki skamma fólk sko, en þú veist en ég meina það er líka annað þegar það er að kenna fólki sko beitingu tungumálsins, þá þurfa bara að vera reglur og það er að segja og það getur ekki verið bara valfrjálst algjörlega hvernig þú skrifar sko. þú þarft þetta bara með allt annað þú þarft að kunna skila á okkur grunni sem þú síðan getur svo leikið með þú öðlast færni í því sko. en mér virðist vera sko, að jafnvel íslenska sé stundum þannig kenda að þetta sé bara vera einhvern veginn sko. og það er svolítið mikið eins og maður sér eins og verið mikið umræðum sem í Frakklandi eins og þessi flokkum með Mélenchon sem eru öfgaflokkur langt til vinstri og þar eru svona við og ríkjandi sko að það er ekki upphefa sérstaklega franska menningu, hún er bara að vera einhvern veginn sko og það sé bara öll menning sé sett í sama hatt sko og menn geti einhvern veginn ekki flokka hvað sé betri með sjálf með menninganótt sko það er öllu það er öllu gargi bara denti við menn sko í samblandi við sko við sama tíma og einhver á að vera að
lesa einhver mjög vandaðan texta skilurðu, sko, og bara einhvern veginn eins og bara allt sé sett í sama hatt, sko. Það með einhvern veginn ekki tala um hámenningu og lágmenningu, sko. Já, nei, og það bara rosalega áleitin spurninga mitt, sko, hvað gerðist í hugsunahættinum sem veldur þessum ofboðslega ótta við að segja bara hreinlega, heyrðu, þetta að mínum mati bara göfura fyrirbæri, þetta bara fallegra fyrirbæri, þessi tegund af tungumálinu falleg, og tala nú ekki hún ber vott skýra og góða hugsun, þess að tungumáli náttúrulega ekkert annað en það, sko, og að því leitinu til hún líka fallegri, þetta afbrigða tungumáli, það sem að hlutinir eru skrifaði með ákveðnum hætti, ákveðin orðatiltæki eru bara flutt með ákveðnum hætti, það bara einhverja ákveðnar reglur, og það sem ég held að því að, sko, sjónarmiðin gegn leiðréttingum, þar að segja, sko, málflutningurinn sem Eiríkur hefur átt mikið frumkvæði en var mjög landlæg hugsun allan eins og þetta kom mér fyrir sjónur í íslensku deildinni að í raun og veru allt saman væri þetta bara að það væri rosalega mikilvægt í þessu eitthvað sem heitir máltilfinning fólks, að allir hafi bara sína máltilfinningu eins og að sé ekki neitt svona einhvers konar grunnfyrirbæri sem bara allir einhvern veginn koma jafnir að en þurfa að leika sér með og geta auðvitað leikið sér með en síðan bara eitthvað sem heitir og einmitt þetta tabú að segja bara rétt eða rangt mál, það má ekki lengur segja það er náttúrulega kjarni málsins að sé ekki til neitt sem heitir rétt eða rangt, sko. Það sem hefur verið svona hafa verið veigamikil rök hjá Eiríki sem ég féllst lengi á en svona aðeins fann að efast núna að, sko, ef þú ert að leiðrétta fólk og ef þú ert og auðvitað, sko, hafa flestir venjulegir einstaklingar tilfinningu fyrir því að ef ég og þú erum myndið viðtali og þú segir orðar eitthvað ekki nákvæmlega eins og ég myndi orða það, þá fer ekki að leiðrétta því, sko. Það getur verið mjög dónalegt, sko. Það hafa allir tilfinningu fyrir því, sko. En það stundum látið eins og enginn hafi tilfinningu fyrir því og að það sé bara problematist að leiðrétta og það sem ég held að gerist þegar þú í raun og veru gerir málvöndun problematiska í huga fólks að þá missir fólk áhuga á tungumáli vegna þess að þetta ákveðin íþrótt að verða fáaðri og að slípa mál sitt, slípa þekkingu svona, það ákveðin íþrótt. Þannig að ef þú ert búin að segja betra mál einskis virði vegna þess að þetta allt það sama, þá raun og veru búin að taka út eitthvað samfélagslegan hvata fyrir fólk til þess að rækta mál sitt. Og það þá líka til merkis óvandaða hugsun. Ég meina þetta helst í hendur líka. Og nei, ég veit ekki hvað þetta er bölvuð pláfa. Hvernig einhvern líka náttúrulega vegna þess að ég alveg sama hvað tekur fyrir hendur, sko. Þú veist, eins og forngrikkir voru mjög uppteknir af, sko, að komast til æðsta þroska, þú veist, og mannskepna og líka ég var nú eitthvað að tala um þetta daginn með Wilhelm von Humboldt með svo flott sem að talaði að sannleikur manninn var ekki bara hvað við erum og getum heldur hvað við gætum mögulega orðið og gætum mögulega gert, sko. Og það þetta sem áður að markmið skólakerfis, þú komist þessi mesta mögulega þroska og þú veist, í bara öllum greinum og náir lengra. Og ég menn það sem menn að tala með það má ekki leiðrétta, að þá ertu bara að tala um stöðnun. Og þá einhvern veginn, við ætlum ekki að ná dýpri hugsun og betri skilningi, sko. Ég meina, hversin ósköpun ættum við ekki að vilja það. Fyrir mér þetta bara svo heimskulegt, sko. Já, nei, en þetta samt flókið líka, sko, að þetta tungumáli sannarlega, sko, maður getur fattist á að tungumál auðvitað breytist, sko, og það eru breytingar sem verða og svo í raun og veru kæmi þá einhverjum fyrir sjónu sem villur framan af en verða sín í raun og veru hluti bara af mál tilfinningu allra í raun og veru og bara eins og maður finnur núna að baráttan gegn og það ákveðið bitbein í þessu baráttan gegn, sko, þáfalls negðinni eins og hún kölluð versus þáfalls sýkinni að maður getur auðvitað haldið áfram að berjast en þetta töpu barátta í einhvern skilningi. Ég er ekki sammála því. Nei, ég er ekki sammála því og ég til að keppikeflið eigi bara að vera að allir tali gullaldar íslensku. Og ég sá þetta svo vel síðasta vetur því ég var í Ósló með Jón Sunne prófessor í réttarsögu og hann var að spyrja mig út í ýmislegt, hann var að skrifa Magnús Lagabæti og hann eins og fræði með þessi sviði í Noregi, sko, normenn sem ætla að skilja eigin sögu fara djúpt í það og rannsaka, þeir þurfa að læra íslensku, sko. Og þannig hann var að vísa eitthvað í konungskugsi, hann var að spyrja mig út í í Gulaþingslögum út í eitthvað svona
sem sagt hérna orðanotkun og það átti ég með því ég var miðaldamaður sem var mættur sem sagt aftur á miðaldum að tala við hann sko. Og hérna og það sem er svo merkilegt þegar maður með norskum fræðimönnum á þessu sviðu hvað er bera gríðarlega mikla virðingu fyrir Íslendingum fyrir að hafa varðveitt þetta tungumál og það út af fyrir sig og eins og ég svona eins og bara, mér finnst alltaf gaman þegar maður er að útskýra fyrir nemendum maður er að sýna þeim dæmi úr Gulaþingslögum eða bara við getum kannski fara aðeins út fyrir norrænarsvæði eins og bara Bjólskviðu og mér skilja heilmikið af þessu sko. En hérna en allavega það sem er á norrænu sem var töluð á mjög sko víðfömmu svæði hérna í norður-Evrópu alveg austur til Rússlands að hérna að þetta er svo merkilegt þessi tunga, hún lifir þetta er alveg samfellt sag, við skiljum það þetta er eins og ég var bara að útskýra fyrir nemendum áðan við vorum að sýna Jónsbókarákvæði ef óður maður brýst úr böndum og verður mannsbani þá skal bæta fé hans til við skiljum þetta fullkomlega þetta er frá 1281 úr Jónsbók sko, það er engin leið fyrir normenn eða Dani eða Svía að vera með miðalda hérna lagákvæði og þetta er svo merkilegt og sko og einnig sko eitt er að skilja þetta eftir að hafa lært þetta og doktorera og kenna sér þetta en annað er að skilja þetta svona þannig að maður sletti intuitíft sko að skilja þetta bara eins og þetta stendur á blaðinu þetta bara kemur til manns maður þarf ekki einhvern svona eins að velta því fyrir sér alls konar svona skrítin orð í Íslendingasögunum eða skrítið orðalag maður venst í strax og getur strax einhvern veginn að því að þetta er einmitt sama málið að því að þetta er inn í sama mál svona þessar sömu málheild þá getur maður í raun og veru að því að orðalagið eru þetta í mörgum tilvikum framandi en engu síður þá getur maður felta að svona þekkingaminstrinu sem maður er með sko. maður getur tilengað sér það sko. Það er það sem það gerir þetta sama tungumáli sko. Já, og við eigum sálufélag við Snorra og Ara sko, sem er að skrifa fyrir öllum þessum öldum sko. Mitt bara í krafti þess að við skiljum tungumáli og það er svona en þá komum við til líka því við erum að tala um tungumál þetta tengist við líka bara sko sögunni að hérna það verðist vera sára lítil Íslands sögu kennsla í framhaldsskólum og fólk er mjög illa upplýst svona höfuðdrætti í Íslandssögunni og hérna ég veit ekki hversin í ósköpunum sko vegna þess að og þá komum við líka því sko eins og ég veit ekki sko norðmenn sem ég þekki þeir eru mjög stoltir af því að vera norðmenn og mér finnst einhvern veginn eins og það sé bara eitthvað tabú að vera einhver þjóðarstolt og vera stoltur af einn sögu og menningu sem ég finnst bara að vera frumskilur þess að vera Íslendingur að vera stoltur af því að vera Íslendingur og einhvern veginn að standa með þessu þjóðfélagi líka standa með menningunni sko, og skilja hvað við erum að koma það er svona og þjóð sem glatar hérna tungumáli sín og menningu og menningu sínu hún náttúrulega bara hennar er bara hún bara deyr hreinlega sko. Já, hvað sofandaháttur er þetta? Af hverju er þetta svona? Við gerum hlið á mál okkar stuttlega til þess að nefna að eitt af þeim fyrirtæki sem er í samstarfi við ritstjóran er Þorgrímsson, það er súbyggingaverslun sem ég mæli með að þið leiti til ef þið eruð einhvern veginn að reyna að hanna og gera eitthvað rými aðeins betra, eitthvað herbergi, einhverja skrifstofu þið viljið bæta hljóðvistina þá er það gert með vörum úr Þorgrímsson eins og hér þið viljið setja einhverja sniðuga panela, sniðugt dót á veggina, gólfin gæða efni samt ódýrt vita nákvæmlega hvað þarf Þorgrímsson. Önnur verslun er, eða ekki verslun, vörumerki. Frumkvöðlastarfsemi íslensk, Happy Hydrate. Happy Hydrate er lítil stika og inn í henni eru þau steinefni og vítamín og allt það sem þú þarft til þess að passa sig að verði ekki fyrir vökvaskorti. Þetta er málið, ef þú ert að hreyfa, ef þú ert að gera eitthvað, jafnvel ef þú ert bara ekki að gera neitt, þá þarftu á þessu að halda segja sumir og ég finn mun, ég fíla þetta, svo er þetta líka mjög gott, setji klaka vatn, mælu við, Happy Hydrate. Eftir að við fáum örstuðskilabóð frá öðrum samstagsaðila fyrir við aftur í viðtalið við Björn Jón Bragason. Með Toyota Relax getur þú framlengt ábyrgðina á bílnum þínum upp í 10 ár. Toyota. Engin vandamál, bara lausnir. Ég held að sé margt þetta, en þetta er líka hjá okkur, sko, ég held að sé sko partur að sé agaleysi í þjóðfélaginu, hvernig skólakerfið er komið, og það er algjört tabú, sko, það má eins og þú hlustar á menntamálaráðherra og yfirleitt menntamála, þau tala aldrei eitt stærsta vandamál skólakerfis og þjóðfélags sem er agaleysið, sko. Og það er einhvern veginn,
og þetta þau treysta sér bara einfallega ekki til að tala nokkuð skapaðan hlut nei, fólk. svo kom út í það líka Ég meina, maður sér það bara. Já, Það er endalaust viðtölu þetta fólk, þau segja aldrei neitt. Þau taka aldrei vandamál og umræðefni samfélagsins til umræðu. Þau stígu ekki bara inn og segja sína Ásmundur eina dag sem fyrir ykkur viðtölu og ég ekki séns að kveikja á sig. Ég veit að hann mun bara romsa upp úr sér einhverju embættismannakerfinu og hvernig þau eru að taka eitthvað til skoðunar og það kemur aldrei bara einhver vikt inn í samtalið þess að þið segja, mér finnst þetta ástand slæmt. Bara punktur. Ég bara eins og komið ljós í þessar umfjöllum Morgunblaðsins í sumar að það átti bara ekki að gera einhvern skapaðan hlut. Nei. Það er að segja að menn ætluðu að sætta sig við það að láta meirihluti drengja verið ólæs. Ég meina, hvers konar samfélag er það sem að, og það er líka annað, ef fólk til þess hefur ekki orðaforða eða mál, þá kunnáttu tungumál til að tjá sig, það með bara tjá sig með öðrum hætti. Það er ástæði fyrir sjáum óverðir í öðru löndum þar sem menn bara brenna bíla og fremja allski skemmdaverk og gangi skrokka mönnum. Það eru menn sem kom ekki orðum með einn tilfinningum, þeir eru bara það illa upplýstir. Já, og ef þú hefur ekki orðin þá getur þú bara orðið fanatískur. Það er þannig. Já. Og þá hefur ekki nægilega skilning á blæbrigðum til þess að verða einmitt ekki fanatískur. Fanatismi er þetta að skilja ekki blæbrigði, gera ekki greinamun á svona einhverju gráum svæðum og öðru eins. Það er bara, þú verður bara einfaldur. Já. Sem er stórkostlega alvarlegt og einmitt eftir stjórnmálastétt sem maður hefur á tilfinningunni að bara er einhvern veginn þarna og tekur þetta ekki alvarlega. Nei, það eru líka kljástið, það er orðið, eins og þú veist, gríðalur aðgerðisflóttu pólitík og þetta er viðkvæmt umræðefni af því að maður vill ekki leiðilegu fólkið. Nei, maður vill ekki vera að tala niður til fólks, en það bara blasir við. Þú getur skoðað á ýmsa mælikvarða. Meðan við vorum í því ástandi að þetta var hlutastarf og ég nú skrifa endurminningar svo Guðmundar H. Garðarssonar, alþingismann sem var á sama tíma var alþingismaður, þá var hann einn af háttsettustu yfirmönnum í sölumestu hraðfrystúsana og formaði VFR á sama tíma, menn þáði ekki laun fyrir að vera verkalýðsleiðtogar á þeim tíma. Þannig að hann kemur með allt það bakland og þá þekkingu inn á þingi og náttúrulega var líka sérfræðingur. Og þá vikt, Já, og sérfræðingur lífeyrismál. Þannig að það er ekkert skrítið að það sé mjög litið traust á alþingi vegna þess að áður fyrir þá fluttum en þá traustið með sér inn á þingi. Já, ég hef talað sérstaklega fyrir einmitt þessu að til dæmis, mér finnst bara Sólveig Anna ætti bara eiga sæti á þingi, mér finnst þess vegna bara Guðmundur Kristjánsson í Brim ætti líka eiga sæti á þingi og þar væri sæti þetta fólk bara fyrir svörum, rétt eins og þingið var hugsað uppalega, það voru bara höfðingjar koma saman, þeir sem voru málsmetandi, þeir komu saman vegna þess að það skiptir máli að þeir kæmu saman, það skiptir ekki máli að einhverju fulltrúar þeirra komið saman. Nei, og þetta er líka svo skrítið, sjálfbyrgingslegt að vera að vísa mikið í eigin bækur en í því að skrifa endurminningar Ellert Schram mér svolítið áherslu að þegar hann er fyrst kjörinn á þing 1971 og ég reyndi við listan yfir alþingismenn og ég sem lesið töluvert Íslands og ég get sagt þér eitthvað alla alþingismenn sem voru kjörnir 1971 ég þekki ekki alla alþingismenn með nafni í dag. Nei. Þekkið þú alla? Ég held ef ég segi mynd af hverjum einum þá ætti ég að ná svona 90 og 95%. Okay. En ég er ekkert viss. Ég þykist, ég var að fletta bæklingi Borgarleikhússins og ég var að prófa mig hversu mikið ég þekkti. Ég þekki örugglega fleiri alþingismenn en það er allan að lýsandi fyrir einhvers konar breytingu á því hvað fólk velst til þessara starfa og núna er þetta einhvern veginn fulltrúar einhverju sjónarmiða, frekar en að vera einhvern veginn holdgerfingar sjónarmiðina. Þetta eru sendisveinar, einhvern skilningi. Þau fara bara í háskólanám og fara svo inn á alþingi oft, en í öðrum tilvikum kannski bara eitthvað svona, eitthvað fólk úr samfélaginu, einhverju svona kannski stólpar í samfélaginu og þetta er náttúrulega ekkert af því sem við erum að segja, náttúrulega algilt, en svona almennt þá er það rétt að og rétt eins og ég er að tala með sér bara, og ef maður fylgir bara sínu innsæi og sínu eðlis á þessum gagnvart í hvernig er að horfa fólki í viðtölum og eða eftir að tala við það beint, þá finnum maður að það vantar svo oft eitthvað, akkur segir ekki hvað þér finnst, akkur er þetta svona almennt og loðið, þetta er eins og bara framhald af stjórnsýslunni eða eitthvað svoleiðis. Já, og bara hvað menn hafa mikið fyrir var á mörgu Já, og alltaf einmitt og er tilbaka Já, þannig að það er einhvers konar hnignunar ástand þar líka í stjórnmálum og spurning og þú hefur svo líka ítrekka fjallað þessar fjárveitingar til stjórnmálaflokka, spurning hvort að það kerfi sé að einhverju leyti að stuðla að
þessari hnignun sko, maður spyr sig maður ég- getur alltaf ekki vita það Já, sko, það er sko, þessi félagslega hnignum var svo sem byrjuð löngu áður en ríkisstyrkurinn var hækkað svona ofsalega Já, en það breytir því ekki, ég sá þetta náttúrulega að ég var það þeim tíma starfandi í Sjálfstæðisflokknum og maður sá alveg hvernig hann einhvern veginn varð stöðugt líkar í ríkisstofnun sko, já, og bara einhvern veginn hvað fækkaði hratt sko, fólki sem var að starfa og þessi, og það er svona kannski fyrir utan Sjálfstæðisflokkin þá þetta er ekki grassrótarsamtök nei, og mér svolítið skrítið það fyrir nokkrum ára var eitthvað að tala grasrót vinstri grænna var einhver grein sem hvort það var einhver sexmenninga skrifuð og þetta var grasrót vinstri grænna Já. þetta var allt fólk sem var að þykja bitlinga já, skilur, þetta er ekki, það er ekki grasrót ég hef aldrei þegið nokkuð skapaðan hlut sem bitling nei, og einhvern veginn og flesti sem voru þáttakjöndur í einhver flokkstæri sem ég var í skilur, þáði ekki nokkuð skapaðan hlut fyrir það nei en núna er þetta einhvern orðin sko, já, menn eru bara orðin partur af kerfinu Já, og og þetta var allir á bara launum sko vinna við þetta. stjórnmála stjætt og Já. það er svolítið, ég var bara að lesa bara í gær það var alltaf gluggið eitthvað gamalt og það var áramóta ávarp Bjarna Benediktssonar 1967 og þá var hann að tala var hann að andmæla Eysteini Jónssoni sem vildi sem sagt að þingmenn eru þingmenn í fullu starfi og hann sagði sko nei það má ekki gera það sko vegna þess að þá slitnum við úr þessum lífrænu tengslum við þjóðfélagi sko Já, þannig að menn skildu alveg af hverju menn ættu ekki að vera atvinnumenn í pólitík já, á þeim tíma Já. eins og Íslandi þetta er náttúrulega gengið það miklar öfgar hérna að því vorum varaborgarfulltrúum tíma að við erum með hérna alla borgarfulltrú og þennan fyrsta varaborgarfulltrú þetta er 30 manns sem eru sko í fullu starfi sem pólitíkusar og þetta þekkist ekki einu svona miljónu borgum í Skandinavíu nei þetta er bara sér íslenskt rugl Já, og dagur borgar sér 10 milljónir í orlof aftur í tíma, þetta eru svona ofurkjör það er það sem fólk er komið á þetta er kannski ekki ofurkjör með við kannski einhver toppa í atvinnlífinu eða annað eins, en þetta er ekki samræmi við Nei, en það er líka, sko, þetta er ekki svo líka mest alltaf ég að fyndi þegar einhver sem hefur í pólitík er að barma sér undan því að fá ekki vinnu og af því að þetta sé búin að vera pólitíkus þetta er ekki starfsreynsla Nei, þetta eru félagsstörf Já, þetta eru félagsstörf, já. Nei, þetta er mikið umhugsunarefni, myndi ég segja og ég meina, þú veist, og kannski er það að byrtast okkur, ég held að Sjálfstæðisflokkur sé að mælast í kringum 15% eða eitthvað svoleiðis, allan þessum nýjustu könnunum sem ég verið að lesa var að koma núna í vikunni og miðflokkurinn jafnvel með 15%, ég veit ekki nákvæmlega hverja tölurnar voru, en miðflokkurinn er svona narta í hælana á Sjálfstæðisflokknum, þannig að það er greinilega eitthvað hjá almenningi sem finnur að það er eitthvað ótrúverðugt við þinn flokk eða þinn gamla flokk, ég veit ekki hversu virkur þú ert en... Nei, ég er ekkit virkur lengur ég er svo sem er ennþá í Sjálfstæðisflokknum en já, ég held að það sé líka það er alltaf bara þetta stjórnarsamstarf sem átti aldrei að fara ég frá fyrsta tegi verið á móti þessari stjórn Já. og fyrir utan alltaf það er ástæði fyrir því í öllum löndum, tölum Skandinavíu, þar er vinstri og hægri blokk og það er mjög lítið sem er fara yfir þá miðju sko og það bara gengur ekkit upp að vera með flokk eins og Sjálfstæðisflokkin sem allavega hefur á stefnuskráni að hækka ekki skatta og svo með flokk sem vill mjög mikil ríkisútgjöld og það þýðir það bara aukinn skuldsetning. Já, en ég velti fyrir mér að því að þú segir þetta tengist stjórnarsamstarfinu og þetta snúist og þetta fylgishrun sé og augljóslega er þetta í sambandi við það en er þá ekki næsta spurninga því að það er augljós áleitun en næsta spurninga er þá hvers konar flokkur fer þá í þetta stjórnarsamstarf hvers konar hugmyndafræði er þá þarna inni í Sjálfstæðisflokknum þau get ekki sagt bara við fórum í þetta stjórnarsamstarf því miður hvað er þá í gangi inn í flokknum hvaða hugsun er að baki það er það sem mér finnst líka skipta máli ég hef mikið pælt í þessu þetta er einhver liti ráðgáta vegna þess að þetta er náttúrulega verið mikið metnaðarmál hjá Bjarna Benediktsson að vera í þessari ríkisstjórn með Vinstri grænum og mér finnst bara að vera einhver ósöð saga í því ég skil þetta ekki og gott og vel eftir 2017 það var mjög skrítið ástand erfitt að mynda stjórn það voru kosningar árið áður líka og sem sagt útkomur úr kosningur 2017 var ekkit þar að lág ekkit betur fyrir hvernig átt að mynda stjórn þannig að við fóru óvinnulega leið en að viðhalda þessu stjórnarsamstarfi þegar það voru ýmsir aðrir kostir uppi ég botna ekkit í því vegna þess að það sem þýðir það ef þú ert með svona ólíka flokka að það þarf að mynda það er svo mörg mál sem þarf að vinna þvert á ráðuneyti og það er ekki tækt þannig að það eru svona risastór mál sem eru bara til að láta reka á reiðan og vera að valda stórkostlu tjóni Nei, og hefur einhverja tilfinningur fyrir hvert þetta fer í framhaldinu eða hver tekur við stjórnartaumunum eða hvers konar myndmun eða hvers konar svona hvernig þetta verður?
Nei, ég veit að mér virst að menn allir bara hanga á stólunum sem lengst og einhvern veginn í einhverju veikri vonum og þetta mun allt saman verða betra en lengi getur vont vestnað. Og sko, við höfum að ræða margt. Þú ert að kenna fjármálasögu. Þú hefur svolítið verið á þessu sviði, sko, sagnfræði efnahagslífsins að einhverju leyti og skoða íslenskt efnahagslíf. Hvert undrið hér á Íslandi? Þannig að við vorum ekki rík þjóð alltaf, en erum núna velstæðið og höfum mikla möguleika og mikil tækifæri. Hver galdurinn? Það bara að virkja leysa úr læðingi kraftana í sjávarútvegi? Það frumkvæði fólksins sem hér hver þín svona, hvernig myndur alhæfa í þessum efnum? Það kemur alltaf fyrst upp í huga náttúrulega bara í byrjun 20. aldar þegar hingað kom erlent fjármagn og menn gáttu fara í alvöru útgerð. Það er að segja menn höfðu stofnað banka sem voru að safna saman peningu. Það var bara ekki nóg mikil peninga til í landinu. Það var bara ekki nóg mikið umferð. Nei, menn þurftu erlent fjármagn til og svo stumma lánsfé til þess að fara í alvöru útgerð og kaupa togara. Mér finnst það svo merkilegt þegar ég las þetta hjá honum Jóhannesi Nordal. Þegar hann var að fjalla þessi bara alveg í byrjun 20. aldar bankana og ástandið í bönkunum. Þetta voru ekki banka, þetta var bara eitthvað ófremdarástand, það var til svo lítið af peningum, þannig að þú ert að tala um og það er áhugavert að hugsa til þess að það sé stóra breytingin hann, erlenda aðkoman. Já, það er að þegar Íslandsbanki stofnaður með erlendu hlutafé 1904 að sko togaravæðingin hefst í kjölfarið, það er að menn gáttu þá farið að veiða í stórum stíl og að flytja sko beint á Spánamarkað og þú sjáum við getum bara séð þetta í Reykjavík eins og bara einbýlishús Thors Jensen sem byggt að nokkrum árum setna, hvað menn efnast gríðarlega og svo við löpum Vesturbæinn og við sjáum öll þessi stórhýs sem allir þessi skipstjórar voru að byggja sko þarna Túngötu, Öldugötu, Bárugötu og Reykjavík aðal útgerra staðurinn lengi framan af sko. og þetta grunnurinn sko, það er að segja og þannig að hér orðið mjög snemma sko sjávarútur sem svona á heimsvísu mjög tæknivæddur. Enda mikið af fiski og í raun og veru út með tækin til þess að í raun og veru gera veiðarnar hagkvæmar, þá ertu líklegur til þess að ná einhverjum árangri. Já, og þannig að þetta grundvöldin nútímavæðingarinnar og sko ef við hefðum ekki haft þessa sjávarauðlind þá hugsa ég að menn hefði farið fyrr í virkjun fallvatna, menn hefði þá beint fjármagninu þangað, en svo bara það verið svo fáir sko að þetta einhvern veginn að það gerist löngu setna eins og talar ævisögu Jóhannesar Nordal, það ekki fyrir eftir 60 sem farið í stórvirkjanir og það þurftu þetta erlent fjármagn til. Það var ég skrifaði það í ævisögu Halldórs Á Jónssonar sem var stjórnarformaður álfélagsins. Það þurfti þá stóran kaupanda líka til þess að geta farið út í það. En hvernig var það, ef maður speglar þetta samtímana? Því nú ennþá verið að ræða hvort og hversu mikið við virkjum í viðbót að fallvötnum og mjög umdeilt mál og maður skilur sjónarmiðin á báðum hliðum. Ég hef ekki sterka skoðun á því. Maður finnst hljóma skynsamlegt að sækja auka orku, bara þetta bara hrein orka þar sem það hægt, en enga síðu þá getur maður ekki bara algjörlega svívirt sköpunarverk Guðs og bara alveg eins og maður vill. Þú veist, það eru svona einhver flókin mörk þar. Það umræða sem eiga sér stað núna. Maður veltir fyrir sig sko, ef við fjallaðum þetta, hefur einhverju innsýn í það hvernig þetta var væntanlega fullkomlega óumdeilt á sínum tíma að ráðast í þessar aðgerðir eða hvað? Nei, það var mjög umdeilt, það var kannski eða ákveðnar aðgerðir hljóta hafa verið óumdeiltar eða almennt hefur þetta þá alltaf verið? Já, og þessar stóru virkjanir voru mjög umdeiltar og það var kannski aðalega vegna þess að það var mikið erlent fjármagn og sem kom frá Bandaríkjunum. Já, það er ástæði fyrir að Aluswiss, menn eru mjög svona ginnkeyptir fyrir Aluswiss var að það var evrópskt fyrirtæki. Það er að segja það voru líka amerísk fyrirtæki sem höfðu áhuga að hefja stóriðina sko. Þannig að svona það var mjög umdeilt sko og náttúrulega bara erlend fjárfesting var mjög umdeilt. Ok, og svo tökum við 20. öldina. Það er sjávarútvegurinn, það er hitaveitan og það er virkjanir og svo kemur kvótakerfi 9. áratugnum og einnig umdeilt fyrirbæri. Ég meina, enga á síður virðist að hafa verið sniðuð hugmynd eða hvað? Já, til að auka afrakstur af greininni sko. Það er að segja náttúrulega gagnrýni, það er að segja það sem þetta umdeilt þetta hvernig þú hagar úthlutuninni en það deila enginn það að afraksturinn af
af atvinnugreininni er miklu meira en yrði ella. Við sjáum það bara í öðru löndum sem eru með annars konar kerfi, sko. Já, og hver er síðan þín innsýn í því hvernig þetta heldur áfram eins og til dæmis bara með banka undrinu hérna, aðdraganda hrunsins, einkavæðing bankana, ég meina þú hefur líka fjallað stjórnandi Davíðs Oddssonar og breytingarna þar, hvað gerist þarna á síðari hluta aldarinnar? Já, það sem við urðum sem sagt hérna nútímaríki, það er að segja tæknivætt nútímaríki með svona mjög vanþróuðu bankakerfi, það er að segja það voru ríkisbankar og það er bara það sem það er bara, má alveg rekja það alveg aftur til 1930 þegar Íslandsbanki hérna verður gjaldþrota og sem sagt að bankahrunsins 1930. Já. Og þannig að við festumst eiginlega í viðjum þess að það er ríkisríki bankakerfi og því fylgir auðvitað spilling og hérna og það gengur mjög illa einhvern veginn að losna út úr því en að svo er líka annað menn einhvern veginn svona þetta gerist ekki einu vetfangi, svo eru menn gerir ýmislegt, það er svo hérna iðnaðarmenn stofna iðnaðarbanka og verslunarmenn stofna verslunarbanka og fleira til þess að reyna að vegna þess að menn bara höfðu ekki aðgang að lánsfé vegna þess að það var pólitísk fyrirgreiðsla í bankakerfinu. Þannig að það kannski hefur komið fram á svona 9. áratuginn þá er farið að stíga ákveðin skref til dæmis í að létta á gjaldeyrishöftum og hérna verðlagshöftum og svo framvegis, sko. Þannig að hérna og svo kannski og svo miklu meiri krafti það komið fram á 10. áratuginn með samningnum um Evrópska efnahagssvæðið og hérna og svo opnum fjármagnsmarkað og verður til verðbréfamarkaður og svo framvegis, sko. Og svo fer allt á blúsandi siglingu eftir aldamótin. Já, það hefði nú verið gott ef það hefði ekki farið illa á endanum. Þetta hrun. Nei, og það er auðvitað margt þetta að segja að bankarnir eru einkavæddir á þeim tíma þegar ofgnótta lánsfjármagni í Evrópu og þá á sama tíma hérna þetta er svo með kínverska efnahagsundri, það er að vera til á þessum tíma og það er að segja að menn eru að græða svo mikið á að flytja starfsemi til Kína, það er svo mikil uppgangur á þessum tíma. Já, þannig að fólk eru á pening eftir. Já, og það er að flytja, það er svona það er áhugavert orsakasamhengi, sko. Já, lánsfé er ódýrt líka þar sem vextir voru lækkar í Bandaríkjunum mikið eftir atburðinn 11. september. Jú. Og svona þannig að þetta er svona mörgulegt óheppilegu tími sem þetta gerist á líka og þeir stækka svona gríðarlega og svo springur þetta allt. Já, og ég er að lesa þarna ég er að blaða í uppgjöri bankamanns eftir Lárus Velding og það er nefnt að tala sko og hann er náttúrulega kemur inn á mjög óheppilegum tíma einhvern veginn og lendir auðvitað í að verða forstjóri í Glitnis en svona í aðdragandanum þá var hann að vinna hjá Landsbankunum og þessum bönkum í London, íslensku bönkunum þar og hann tala það bara að það var of auðvelt að vera bankamaður. Þetta var of auðvelt. Þetta var einhvern veginn, út af þessu lánsfé sem var í umferð, það var bara, og það er kannski erfitt að lýsa því einhvern veginn fyrir fólki núna, sko, sem átti að segja, og ég er að reyna að skilja það, sko, eins og ég auðvitað var ekki þarna, ég var bara barn, en sko, að það var bara lánsfé, það var allt fljótandi í lánsfé, sko, og svo bara skyndilega byrjar einhver atburðar sem að það í raun og veru sú bóla springur, sko. Já. Og ég meina, þú varst á sín tíma að skrifa eitthvað í tengslu við Björgólfsfeðga og eitthvað svona, ég meina, hvernig koma þessir athafnamenn þér fyrir sjónir? Og þú ert svolítið að skrifa þessa fígúru, sko, athafnamannin, íslenska. Já, svona heilt á litið, íslenski athafnamaðurinn. Já. Ég bara fengið svo mikið áhuga á bara persónum, sko. Það sem ég finnst áhvert er að lesa sko, sögur fólk sem afrekað eitthvað og svona náð langt á sínu sviði og svona komist lent í einhverjum mannraunum og þess aftar. Það sem ég mesta fyrirlitninga á það er viðtalið við aumingja vikunar stundum kalla. Það er að segja og allt þetta væl sem að fólk er endalaust að barma sér í fjölmiðlum. Ég hef engan áhuga að lesa þetta. Nei. En mér finnst hitt heillandi fólk sem nær langt og það er það sem við eigum að hampa og sérstaklega hvert ungu fólki við eigum að segja þessar sögur og ekki bara í nútíman heldur líka alveg langt aftur við höfum fyrirmyndir alveg langt aftur, sko. En sko ég velti fyrir mér mér finnst ákveðin þráður í öllu þessu sem við erum að ræða, sko, bæði til þess að bankarnir voru í eigu ríkisins og fólk náttúrulega í dag er með svona gullalda klífu gagnvart því í raun og veru ef maður myndi reyna að afmarka það sem einhvers konar vinstri hugsun að það sé einhvern veginn göfugt að bankarnir séu í eigu ríkisins en þar er ekkert gætt að því að það eru auðvitað mjög sko
ólýðræðislegt og gerræðislegt fyrirkomulag að í raun og veru þú þurfi bara að vera pólitískt tengdur til þess að því að það er óhjákvæmilegt í einhverjum skilningi hjá ríkinu að þetta verði að einhvers konar yfirráða svæði einhverja hópa, saman hvort það heita stjórnmálflokkar eða annað, en þá ertu fastur í raun og veru í þeirri stöðu að þarna eru lögmál hins frjálsa markaðar ekki farin að virka, þannig að þau í raun og veru get ekki unni með þér, þannig að þú getur ekki í raun og veru haft raunverulega frjálst framtak. En samt, ef að vinstri hugsjónin væri einhvers konar efnaðasti gæði fyrir alla og svo framvegis, þá myndi maður halda að þetta væri þá málið, að bankarnir væri þá í einkaeigu til þess að þeir gætu lotið eðlilegri lögmálum. Ekki endilega einkaeigu, ég held að og svona ef við til dæmis bara skoðum söguna eins og bara New Deal aðgerðir Roosevelts forseta, þar að menn óttuðust reynilega sósíalíska bylting í Bandaríkjunum og það sem lifði lengst til dæmis að New Deal aðgerðunum, það var þessi aðgerðir til þess að gera fólki kleift að eignast fasteignir og það var þannig í Bandaríkjunum almenningur gat bara fengið skammtímalán, þannig að hann gat ekki, það er að segja í borgunum þá átti fólk ekki húsnæði sitt, það bjó í leiguhúsnæði eins og var eins og var bara á meginlandi Evrópu í þessum stórborgum og menn sáu sem einhvert ansvar við sósíalismanum að menn gætu átt eignir sem var alltaf svo ríkt í hugsun Bandaríkjamanna og þá var búið til þetta kerfi, það er að segja þetta opinbera kerfi í kringu það, en þá voru sparisjóðir sem að máttu bara lána í 50 metra radíus umhverfis höfuðstöðarnar, því þeir áttu að þekkja viðskiptavinin og það var mjög strangt hvernig það var, en þetta voru ekki einkabankar, þetta voru sparisjóðir og þetta er grunnurinn að kannski svona eitt stærsti grunnurinn að ameríska draum samtímans, það er að segja þú verður til í kjölfarið þessi risastóru amerísku úthverfi og menn fara ekkert ótt að sósíalíska byltingu lengur þannig að Bandaríkin gerbreyttust menn þeir gefa fólki eitthvað að vinna með bara. Já, ég er að segja það er ekki það er að segja þetta snýst ekki bara um einkafyrirtæki, það snýst líka um það eins og hvernig Bandaríkin eru til, það er að segja það voru þessi samtök sem að menn stofnuðu með þessi samtök til að leysa vandamál, þetta var svo mikið menn voru svo mikið félagsmálamenn og það eru að þú horfir á ríkustu lönd heims aldamóti 1900 það eru þessi engilsaxnesku lönd það er að segja sem eru þá innan þessa Dominion í breska heimsveldinu, Bandaríkin og svo ertu með Danmörk og Svíþjóð og Holland sem dæmi og þessi ríki áttu öll sammett að það var alveg gríðarlega mikið félagsstarf, það er að segja spítalar eru til sem sjálfseignarstofnanir og félög sem reistu skóla og svo framvegis þannig að þetta er svo mikið sjálfsbrottið frá fólkinu sjálfu og það sem ég er svo miklu áhyggjur okkar samtíð það er alltaf hvert við erum eiginlega komin vegna þess að það hefur aldrei verið tilefni miklu peningar sem í þjóðfélagi og núna en það hefur aldrei mikið verið kvarta undan skort á peningum og það er einfaldlega vegna þess að við erum að treysta á að ríkisvaldið fáistu hluti sem það er ófært það er bara, við verðum ekki að treysta á borgarna og það er ekki bara í formið enga fyrirtæki, heldur líka menn stofni með sér samtök og sjálfseignarstofnanir og samvinnufélög og hvers vegna og leysi vandamálin sjálfur og það er líka svo miklu skemmtilegra þjóðfélag bæði þessi fólk á eignir og eru virkir borgarar og sjálft þáttækendur en alltaf er ekki bara með kröfugerð gagnvart hinu opinbera. Nei, þetta er alveg mjög mikilvæg punktur myndi ég segja og við lifum við allsherjar stofnanavæðingu. Það er að segja það er búið að stofnanavæða úrlausnarefni í samfélagsins. Við tölum um stjórnmálaflokkana, þeir eru að vera ríkisstofnanir sem ég finnst náttúrulega vera hafa svona alræðis það gerir það, vegna þess að hvað ætlar að gera, hvernig ætlar að keppa við þetta með því að stofna nýjan, skilur það eru komnir þá bara einhverjir sem eru að fleti fyrir og eru þá bara þetta er mjög misjöfn aðstæða og í raun og veru ójafnt gefið og Sjálfstæðisflokkurinn hvort hann hafi tekið til sín upphæðirnar eru gífurlegar. Það var viðskiptablaðið tók þetta saman 2022 og þá var þetta 820 milljónir á 12 ára tímabili 2010 til 2012 sem sagt uppreikna á verðlagi ásins 2012 þá voru þetta 7 miljardar sem flokkarnir voru að taka úr ríkissjóð svo er þetta líka að taka úr sjóðum sveitarfélaga Já, nei, þetta er stórkostlegt vandamál
og ég veit að Dilli á Mist hefur gert þetta umtalsefni en það svona einhvern veginn eins og þessi mekanismi hjá Sjálfstæðisflokknum sko. Það fótgönguliðarnir einhvern veginn eru látnir segja svona viðra ákveðin sjónamið svona sem eiga að vera í andað kjósenda sko, en síðan fórustan bara að gera eitthvað allt annað. Það sé engin raunveruleg vilja fórustan til að taka á þessu. Ég hef aldrei séð það frá því að styrkirnir voru hækkað svona mikið 2006 sko. En þetta er líka annað þessu varandi ríkistyrkina, að þú þekkir nú vel til í Þýskalandi, að þar er sem sagt, má sem sagt, með sem sagt opinberir styrkir til stjórnmálaflokka ekki vera hærri en sem nemur sjálfsaflafé þeirra. Já. Og þannig að þeir þurfa að leggja sér fram að afla sér fé frá félagsmönnum og það er svolítið merkilegt að það er að stærstum hluta sko, félagsgjöld, ekki styrkir fyrirtækja. Þannig að það virkar þannig þar í Þýskalandi. Og það er líka annað, þeir eru mjög strangir á því. Þetta fer til þessara sko systurstofnana mikið sem eru sko rannsóknarstofnanir og þetta fer í útgáfustarf. Hér er þessu eitt í auglýsingaskrum og ég meina við getum alveg veltið upp hvort að sumir flokkar hafi ekki reynlega bara komið mönnum inn á einhverju auglýsingaskrumi sem var á kostnað skattborgar. Nei, bara, það er augljóst. Þetta er bara einhver afskræming á lýðræðin. Já, ég sammála því og það væri forvitnilegt að vita það í aðdraganda næstu kosninga hvaða flokkar er raunverulega ætla að standa við það að gera breytingar á þessu, af því að það er vandinn, það hefur engin hagsmuni af því. Ég segi að við erum föst í þessu. Já, þannig að menn eru fastir sko, það er alveg ótrúlegt sko, en ég velti mitt fyrir mér, af því að ég veit að þú ert mikill félagsmálamaður, þú hefur metnað fyrir þessu, félagsstarfi og að fólk gerir þetta bara í frjálsum félagsamtökum, en mér finnst eins og þetta sé kannski ekki. Þetta er ekki, hvað getur við sagt, menn geta kannski ekki verið vongóður þennan gufu á málstæðin á þessum síðustu og vestu tímum. Þetta er einhvern veginn eins og þetta sé bara breytt samfélag og á netinu og allt búta niður og ríkið á að gera allt og svo framvegis, sko. En þú heldur í vonuna? Já, maður hlýtur náttúrulega alltaf að fylgja í samfæringu. Jú sem að jafnvel þannig að maður jafnvel þó sem að byggja í sko allræðisríki sem að myndi reyna að streitast á móti sko. Hvernig heldur að myndir ég væri í andspyrnum? Ég væri bak við lás og slá líklega sko. Já, það er hérna maður reynir að segja sjálfur sér það þegar frelsir við líði að ef að það væri allræðis samfélag þá væri maður á móti en ekki með sko, en kannski er það ekki víst. Nei, en svo erum við líka að sjá eins og þú hefur verið að tala um og margir sko, maður erum líka bara áhyggjur af tjáningafrelsinu. Já, og það er fjöldi dæma sem gefur manni ástæðu til þess að hafa ágjör á tjáningafrelsinu. Við erum með þetta mál vararíkissaksóknarans núna, ég veit nú ekki, þar erum kannski aðeins að mörkunum með svona eðlileg sjónarmið, en Helgi Magnús hefur látið einhver ummæli falla sem auðvitað einhverjum þykja ósæmileg fyrir vararíkissaksóknara og öðrum og kannski einhverjum þeim sem eru sammála einhverjum sjónarmiðunum þeir eru rólegri og aðrir kannski bara prinsip ástæðum segja bara mönnurinn með frjáls að tjá sig eins og hann vill sem borgari án þess að eiga hættu að missa starf sitt. En Sjálfstæðisflokkurinn er ekki mjög staðfastur í að í raun og veru standa við baki á þessum vararíkissaksóknara, menn er að velta upp hvort það sé vegna þess að hann var hérna í landsdómsmálum á sín tíma, þetta er allt mjög pólitískt en svona almennt tjáningafrelsið það er svona, já maður hélt ekkert og kannski einmitt þú sem hefur verið að fylgjast með þjóðmálum lengur en ég, menn hélt ekkert einhvern veginn að mál myndi þróast svona það voru ekkert beint blikur á lofti gagnvart því þetta fyrir, jú, kannski sá það einhverjir, en skilur hvað við, þetta gerir svolítið hratt. Já, það var eins og ég var nú nefnaðan, ég var á Norræna lögfræðiþinginu síðustu viku, þar var ég búin með pallbarsumræður kóranbrennur, sko. Já. Það sem Daniela stígu skref tilbaka í að þrengja löggjöf hvað það var þar að brenna helgirit sko. Og það er alls konar erfið álitaefni sem við þurfum að takast á í þessu sambandi sko. Það er að segja allir við að verja þetta opna frjálsa samfélag sem hefur verið að opnast meira eða allir við að stíga skref tilbaka sko. En mér finnst eins og fullt af skynsömu fólki láti glepjast af þessum orwellísku hugtökum eins og upplýsingaóreiðu eða falsfréttum eða hatursorðræðu eða annað eins, af því að þetta eru svo sterk hugtök, þau hafa svo mikil áhrif á fólk þegar þú segir, sko þetta sem þetta segir hatursorðræða, þá náttúrulega bregður fólki og ég hef náttúrulega ítrekað lendi deilum þetta hugtök sko. Þannig að og það að tala hversu forspáll Orwell var sko. Þetta eru hugtök sem ná inn í sálarlíf fólks ef þú notar þau rétt og það er þannig sem í raun og veru grafið undan tjáningafrelsi sko. Mér finnst óþægilegt að lesa Orwell. Þetta er svo spádómslegt. Já, það er það. Já, það er alveg ótrúlegt að sjá
einhvern veginn hvernig hann sá þetta fyrir hérna 1948 sem hann skrifar Já. hérna og hann gerir þetta náttúrulega í ljósi þeirra atburða sem á undan úr gengnir en hann líka sko, það er að segja þar er amast við sko, þar er verið að breyta tungumálinu já, og þar er bara verið að ala á vanþekkingu já, og mér finnst einhvern veginn sko það sem liggur til, það sem hann er að svona, ég einhvern veginn skilja þannig að hann sé að reyna að reyna sem sagt að það sem hann eigi við sé það að til með stjúpur málskilningur sé bara sem grundvallar atriði sko í lýðfrálsu samfélagi að menn einhvern veginn menn hafi sem sagt djúpa þekking á tungumálinu já. en þannig að þegar það er verið að útvatna tungumálu þá er verið að gera það sem er verið að fást við þessari bók það sem hann er að tína út orðin sem má ekki nota lengur. Já og bara einmitt orðið eins og Hattursorðaða það er svona, þetta er orðvelíst að öllu leyti af því að hann er að tala og bókinas og skilabóð bókarinnar eru, þau snúa bókin er tungumál, þetta snýst tungumál sko, og hvernig tungumálinu er misbeitt sko, og það verður alltaf gert sko, en ef við getum ekki verið á varbergi gagnvart því sko, þá náttúrulega er einhver hætta á ferð sko, en Já, ég var eiginlega samfærðist sko, gildi málfrelsis, bara því að ég var nýbyrjar upp í Háskóla Íslands, hvað hefur verið 2001 segi ég. Og þá voru strákar sem voru með ábyrgðandi umræðu, búin að gleyma þeim, þeir stofnuðu félag þjóðernis sinna. Ég hvort þú manst eftir þessu. Jú, með Rámar í þetta. Þeir hefðu voru sko... Eða Rámar í hafa lesið Já, þeir hefðu verið að vinna í beitningaskúr út á landi og þeir mistu vinnuna að koma pólverjar sem voru bara sneggri að vinna þetta en þeir. Já. Og þeir ákvaða semst að stofna einhver stjórnmálasamtök og þeir voru mikið í viðtölum með bara svona kynþáttahattur og svona ömurlegt að hlusta á þetta. Já. Og það segi kannski hvernig þeir verið ekki hleypt í þætti núna sko. Nei. En það var svolítið athyglisvert hvernig ég fylgdist með því hvernig þeir þögnuðu. Já. Og það var þannig að Vaka og Röskva buðu þeim á fund upp í háskóla og bara standa fyrir máli sínu og voru bara kurteisi við það og það gekk ekki vel. Nei. Og ég mani mitt eftir því sko þegar það var spurður sko þegar þið voru að halda, þetta var svona kynþáttahyggja sem þið voru að halda fram og ég man að voru spurður, kom fyrirspurður sal sko, ertu með eitthvað dæmi það akkur Íslendingar séu svona betri en aðrir og þá nefnir þessi strákur tiltekið tölvufyrirtæki og Íslendingar séu svo góðir í tölvumálum og nefnir tiltekið tölvufyrirtæki sem hafði farið í greiðslustöðun í vikuna undan og salurinn sprakk úr hlátri, heyrðist aldrei í þeim meira og mér finnst það gott dæmi það og þú þarft sko að ansvarið við vondum skoðunum er bara sko rökræða og eiginlega rökræða og láta mig standa fyrir máli sínu og þá kemur bara ljósa ef skoðun er vond að hann verður bara eins og í þessu tilfelli það heyrðist ekkit meira sko. Nei, þetta er gamla nálgunin en nýja nálgunin er í raun og veru að við ákveði fólk þá ræði þú ekki það er bara, þú veist, og það er hugmynd allan að margra, bara, við ræðum ekki við þetta fólk, það er ekki og þá getur verið að þeir sem eru sko öfgasinnaðastir af því fólki að það bara fer einhvern veginn í kjallara og jafnvel safnar að sé vopnum og svo kemur það bara vopnað upp á kjallaran. Já, nei, og það er líklega, það er væntanlega og eins og eru fjölmörg dæmi í raun og veru að menn sko einangrast og verða sena einhverjum skonar illmennum, stökkbreyttum illmennum sko, þannig að nei, það er málið og ég held að það sé alveg verulega mikið tilefni fyrir líka fólk af sko líka vinstri væng að því manni finnst þetta vera ég veit ekki, manni finnst þessir tilburðir gagvart ímissi tjáningu að hún megi ekki og hún sé ekki leyfð, manni finnst þetta vera kannski meira vinstra megin en það getur breyst hratt og það getur í raun og veru það er ekkert í raun og veru held í bundi við vinstri, það er bara einhvern málin hafa skipast á einhvern hátt núna sko en þannig að það er mikið tilefni fyrir stjórnmálafólk að byrja ekki að taka þátt í að nota þessi hugtök fyrst og fremst, að tala málin eins og eru en ekki alltaf beita fyrir þessu hugtökum og rétt eins og maður þú veist, í allir þessari umræðu núna, þú veist, og maður hefur sagt eitthvað og fólk hefur verið óánægt og það er einmitt bara guð velkomið og bara eins og þú þekki, maður lendir í að maður skrifar eitthvað og einhver er ósammála og skrifar á móti manni og hvernig sem það eða bara svara manni á Twitter eða beint eða sendir á manni eitthvað og það er bara gott að blessa maður svara því og bara hluta starfinu en síðan það önnur kategóri af fólki sem nálgast mann bara þá með því að kalla mann, öfgahægri mann eða fasista eða nasista eða eitthvað svona og maður er bara þetta er svo út í hött að ég veit ekki eins og við getum ekki talað saman ef þú vilt tala málið það sem við vorum að tala þá getum við talað saman sko. En ég get ekkert sagt við þessu sko.
þetta er rangt, skilur já. En það líka annars sko, það eins og að ég voru að minnast á Cícero áðan, það sem hann sagði að menn ætti að þekkja rök andstæðingsins raunverulega betur en sín eigin rök. En mér finnst einhvern veginn svo það þveröfuga að gerast að menn einhvern veginn bara loka sig af og einhvern veginn og skerma sig á og einhvern veginn ekki hlusta einu svona á andstæðarök sko. Þú veist, eins og þegar maður er sjálfur að kenna, maður er alltaf, og það er eitthvað sem er umdeilt, hvað sem það er í fræðunum eða pólitískt, og þá reynir maður alltaf að vega röksemdir með og móti einhverju sko. Og reynir einhvern veginn að velta því upp sko. og sérstaklega það er eitthvað sem að ef maður hefur sterkar skoðunar sjálfur að fara þá dýpra í hinrökin sko. Vegna þess að akkur eftir maður óttast það. Já, þetta er líka bara álitin spurning sko, þegar maður hefur einhverja skoðun á einhverju, hvaðan kom hún sko, það er svo erfitt að svara því stundum, af hverju er ég þessara skoðun? Þetta er bara einhver áferð, einhver tilfinning. Það er líka annað sem er svolítið álitið sko, ég er gaman að tala um þetta við svona ungt fólk sem er kannski mjög svona róttækt kannski, og eins og kannski róttækni í okkar samtíma, hún stýr bara að einhverju einu máli oft sko, það er ekki eins og mennsu róttækir í einhverju hugmyndakerfum, það er oft bara eitthvað eitt mál sko. Eitthvað eitt fréttamál bara. Já, eitthvað sem er búið að vera, sem er kannski svona, kannski bara hengja sig á eitthvað eitt eins og kannski loftslagsmál sko. Og það er svolítið áhugavert að maður fara að velta fyrir sér, það hefur verið 30 árum fyrr, þú hefur verið róttækur út af eitthvað allt öðru sko. Og þá fyrir maður kannski að hugsa, kannski ætti ég nú að ígrunda þetta eitthvað í stærra samhengi sko. Nei, og ég held að það sé mitt bara í eðli fólks að vera róttækt sko, þetta er manngerð líka sko, eða tilfinningalegt ástand sem leiðir til þess að maður hengi sig á eitthvað eitt mál og segir, verður svona dogmatískur, gagnvart öllu á því sviði, bara þetta er ekki til umræðu og maður reynir að segja sjálfur sér að maður sé það ekki sjálfur, að maður geti rætt allt, en kannski er maður það ekki. Ég heldur reyndar, sko, það má alveg velta fyrir sér að það sem að okkur finnst vera róttækni sé bara orðið svolítið kannski meira svona meginstrum sem við séum róttæklingandi. Já, og það er það sem margir hafa verið að segja, að hægrið er nýja róttæknin að einhverju leyti, að íhaldssemi er nýja róttæknin. Hægrið að vinst, ég er svona, ég veit það ekki, sko. Nei, ég kem úr vinstrinu líka, sko, þannig ég á erfitt með þetta hugtak líka, sko, og ég veit að þú ert ekkert engin. Já, ég meina, hægri maður og ekki hægri maður, ég meina, en sko, þú veist, íhaldssöfum sjónarmið, þetta hlýtur að teljast íhaldssemi að einhverju leyti, allavega miða við annað, sko, en það er líka bara spurning stimpla, sko, hvar fólk finnur sig og ég meina, mér finnst líka þetta hægri og vinstri, mér finnst það líka eiga við í umræðum að við vorum að tala um íslenskuna, sko, til dæmis Sjálfstæðisflokknum er vandi á höndum, af því að ef þetta á að heita íhaldsflokkur sem þetta var, þetta er náttúrulega ekki lengur íhaldsflokkur neinum megin atriðum, þetta er í raun og allt íhaldsfylgið hefur farið til miðflokksins, getur maður séð fyrir sér en ef maður hugsar út í til dæmis málefnið tungumálsins, af því við stöndum fram við fyrir þessu að það er mikill innflutningi fólks og margir telja hann hafa verið allt á hraðan, í raun og þú getur í raun og ekki tekið svona pínulítið samfélag 300.000 manns, 320.000 manns 330.000 manns og bara bætt við á einum áratug í raun og veru bara kannski 70-80.000 manns sem í raun og veru hafa enga tengingu við landi fyrirfram eða enga tengingu við menninguna eða söguna eða tungumálið eða neitt það er bara of stór skammtur til þess að aðlögun og einhvers konar ferli þar sem að fólk bara færa að tengjast, færa að mynda einhverja ræturinn í samfélagið börnfáð, þetta er of mikið af fólki til þess að það sé hægt og það er allan eins og þetta horfum við mér á síðustu árum og mér finnst það hafa verið staðan. Á sama tíma þá erum við með efnahagslíf sem einhvern veginn reiðir sig á þetta og það er kannski ekki mjög vel uppbyggt efnahagslíf sem reiðir sig á svona mikinn innflutning þannig að hann sé í raun og veru ekki samfélagslega sjálfbær. Þannig að þetta er svona flókið pólitískt mál. Mér finnst þetta að vera líka mjög álitið eins og bara því að tala við nemendur mína hvað ætli þið að starfa við í framtíðinni. Já. Ég man eftir einum dreng síðasta vetur sem ætlaði að vera í ferðaþjónustu bara því að foreldrarnir eiga fyrirtæki í ferðaþjónustu. Sko. Það er að segja unga fólki sem er af íslenskum uppruna allar ekki að vinna við þetta. Nei. Og svo vill maður auðvitað ekki tala niður atvinnugreinar sko. Nei, alls ekki. En einhvern veginn hvernig, svo er alltaf bara mikil, það hafa bara verið mjög mikil ruðningsáhrif að ferðaþjónustu. Já. Það er alls kyns önnur starfsemi sem líður líka fyrir þegar það er svona mikil vöxtur í einni atvinnugrein. Já. Og en mér finnst þetta að vera mjög álitið bara við hvað ætlum við að vinna í framtíðinni. Já, og svo er þetta líka bara spurning um það hvernig ferðaþjónustu við ætlum þá að vera með, ekki kannski massatúrism eða hvernig það er og það er svo sem umræða sem allir eru lengur búin að, þú veist, og ferðaþjónustan er, og ég talaði fullt af fólki í ferðaþjónustun og ég tengdu ferðaþjónustan mörgu leyti sjálfur eins og margir af því þetta er risa atvinnugrein
og þar alls ekki þannig að allir séu bara, heyrðu, okkur drullu saman íslenskunni og við ætlum bara að gera þetta, auðvitað hafa allir þessar sömu áhyggjur, auðvitað hugsa þetta, eða flestir, sumir engar, en þannig að þetta svona rosalega flókið pólitískt mál, þetta mjög flókið pólitískt mál, en þetta rosalega mikilvæg og góð atvinnugrein fyrir margar hlutasækir, mjög góð stoð, fullt af peningum í þessu, til þess að auðfengi fé, þau bara koma og borga og þú veist, þetta svona Já, en mjög mannafsfrek. Já, mannafsfrek, já. Og svona, já, það er þess að menn að sækja þessa peninga með miklum tilkostnaði. Já, eða sko, þetta ágangur, þú veist, í ýmsu tilliti, sko. En þannig að það sem ég að segja að við stöndum frammi fyrir mjög flóknum pólitískum álitaefnum í íslensku stjórnmálum og þetta bara spurningum það hvert við viljum fara sem þjóð, skilur, hvernig við ætlum að móta þessa stefnu. Já, það líka annað, það var bara svona, að þú varst að minnast á Þýskaland, þar limið sér bara Zukunft, framtíðin er mikið til umræðu. Já. Og hvernig verður umhorfs eftir 25 ár. Ég sé aldrei svona þessu umfjöllun hérna. Nei. Hvernig sjá fyrir mér þarf að fara að ræða framtíðin. Já. Og tala ekki þegar stjórnmálaflokkarnir eru allir orðnir smáflokkar og veikburða, að þá bara sífellt minni líkur að það verði einhver svoleiðis umræða innan flokkana, það sem einhver svona stefnumótun til framtíðar. Nei, þetta bagalegt. Þetta svona já, við þurfum að velta fyrir okkur framtíðinu og svo þú ert að tala innflytjendamáli, það þarf auðvitað að vera einhver innflytjendastefna. Hún ekki til staðar. Nei. Og það eins og bara hvað var það tungumáli, að því ég var heimsækja félagið minn til Kaupmannahöfn, hann var nýlega 60 og hann fekk bara boðum koma á námskeið, hann læra dönsku. Já. Og í Quebec í Kanada, þar til dæmis ef þú flyst þangað, þú fær ekki þjónustöru tungumálinn frönsku eftir 6 mánuði. Hér bara alltaf til rekka á reiðanum og það sem svo hörmulegast í þessu öllu að við erum að sjá í stórum stíl sem sagt aðra kynslóð sem hefur ekki náð tökum á íslenskunni. Skólakerfið bara nærði ekki. Já, hefur algjörlega brugðist þessu fólki og íslenska ríki brugðist fólk sem mikið að vinna í ferðaþjónustu, að vinna hörðum höndum í vonum að búa börnunum sínum gott líf hérna og kerfið bregst þeim. Já, og það að borga skatta. Borga skatta, ég að segja það. Það að borga fyrir þessa þjónustu og það bara, og ég þekki það bara minni persónur reynslu frá því grunnskóla að það voru alls konar, þú veist, það var náttúrulega alls ekki svona mikið af útlendingum þá, en það voru tölvöld útlendingum og úr öllum áttum og þeir, og margir þá er ég talað fyrir 15-20 árum, þá voru margir sem náðu ekki tökum á íslensku í skólakerfinu vegna þess að bara skólakerfið var ekki einhvern veginn með innvið til þess að, þú veist, og starfsfólk að því að, þú veist, það eru sumir kennarar sem segja bara leður komið 2 í bekknum sem eru útlenskir þá þarftu bara annan kennara með þér. Ég til dæmis botna ekki að því vorum að tala bara hvað við erum á skrýtnum stað með skólakerfið, að alls þar sem ég þekki til erlendis, að þú flyst með fjölskyldu þína, eins og bara til dæmis bara Frakkland sem dæmi, og börnin tala ekki tungumál, þá eru sett í sérstaklega del til að læra tungumálið. Áður þau farin í skólastofu, þú átt ekkert erindin í skólastofu, skilur ekki tungumál. Hér er fólk rúað inn í bekkjadeildir sem skilur ekki tungumálið og það er bara ávísun á bara upplaust og þá veltum við fyrir sér getur verið það sé bara virkilega markmið að skapa einhvern glundur ég skil þetta ekki öðruvísi en það sé bara keppikeflið að skapa glundur og hver getur haft það markmið, ég veit en það er náttúrulega líka annað sem að borgarað sinna fólk þegar maður kannski umgengst mjög mikið svona hófsamt miðjur fólk það bara skilur þið ekki að það sé til fólk sem vil bara kollvarpa samfélaginu og það eru bara mjög sterk og öfl sem vilja bara allt fara til fjanda og vilja bara burt með þetta tungumál og burt með þetta þjóðerni og þetta bara að vera einhvern veginn og það er útbreidd hugsun. Það er útbreidd hugsun. Og skilja þá ekki þessi andlegu verðmæti Nei, og það er einmitt annað það sem ég held að gerst með sjálfstæðarflokkinu og marga hægriflokka og eins og ég las mjög áhuga bókið mitt í sumar fríásfrætin verdilösi borgarlíka, það var dansku blaðamenn að tala kreppu borgarlega plan í Danmörku að þau hugmyndafræðilega tala bara einstaklingshyggju. Þau eru búin að gleyma fjölskyldunni, þau eru búin að gleyma þjóðerninu, þau eru búin að gleyma tungumálinu, búin að gleyma menningunni þú veist og skólakerfinu og einhvern veginn svona að bara hugmyndafræðileg. Það er eins og að það hafi verið markvisst hjá Sjálfstæðisflokknum á síðustu árum að taka samfélagsmála ekki til umfjöllunar. Bara tala ekki um þetta, þú veist. Bara einbeita sér að einhverjum tölum á blaði og eitthvað svona. Ekki það hafi verið góðar tölunar en bara einbeita sér að því
og einhvern veginn maður fær þá ekkert frá þeim sko. Þannig að þá ekki að undra fólk þegar Sigmundur búin að vera að taka svona íhaldsamari sveiflu og vera svona að tala þessi grunngildi, samfélagi eitthvað svona, að fólk þá leiti til hans sko. Kannski fólk sem þekkir enga sögu þá skilur þetta ekki sko, kannski sem kannski við marga af þessi stjórnmálamönnum en það var til dæmis eins og í nýjasta Andvara það er mjög flott grein Ragnhildi Helgadóttur ráðherra og önnur kona sem var ráðherra og var eina helstu fórustumönnum Sjálfstæðisflokksins lengi og hvað er hún að tala um? Hún er að tala mikið fjölskylduna og gildi fjölskylduna, hún er mikið að tala gildi frjálsra félagasamtaka. Hún er í alls konar grunngildum sem ég bara verð ekki varðið að nokkuð með að tala með okkar samtíma. Nei, og svo er þetta bara einmitt eins og ég hlusta okkur hluta af viðtali við Bjarna núna í tengslu við, hann var í Silfrinu, ég held að það hafi verið núna í vikunni í Silfrinu. Ég vona að viðtalið hafi verið núna í vikunni. Ég kannski væri að horfa á gamalt viðtalið og er komið svo slagt miðlalæsa, ég veit ekki hvenær allana. Hann var að tala um útlendingamálin. Og þar fer hann að segja, útlendingamálin, það var svona hvað mál hafa verið í brennindepli hjá okkur núna á þessu kjörtímabili og þá sagði hann, það voru til þessi útlendingamál, voru með einhverja breytingar á því og svo erum við að tala um inngildinguna líka þar og ég bara, hvað er hann að taka sér þessi orð í munn, inngilding, þetta er eitthvað tísku orð sem er mjög svona tæknilegt og við þurfum að nota það mikið til nákvæmni en ekki sem svona eins og gerist alltaf hjá Vinstri grænum og svona verða svona einhver orð bara fleia þessu alltaf þannig bara inngilding líka, þú veist að því að hvað getur verið slæmt við það, inngilding ég meina hvað þýðir inngilding, hvað þýða hugtökun sem við erum að láta aðra búa til fyrir okkur og svo nota minnst þess að fólk er ekki að velja orðin sín og vel sko. En ég líka bara svo kannski bara virkar það að slá ríki fólk sem einhverjum orða leppum. Já. Ég meina, þú veist, þetta er eins og, ég man bara það, vinstristjórn Jóhann, hún talaði skjaldborg og velferðarbrú sem var verið að tönnlast á og það vissi ekki hvað þetta þýddi. Nei, einmitt, já. Það er trikkið og það er á ábyrgð okkar frjálsum borgarana. Já, það er svolítið gaman að einhvern veginn vinstri menn í Evrópu kunna þetta betur en maður kannski segja þeir sem eru kannski íhaldsamir arminum í Ameríku kunna þetta betur þar, þar fórum við að tala um pro-life sem dæmi, Já, einmitt. Þú veist, og einhvern veginn svona hvernig ætlar að vera móti því? Móti því, sko, sem dæmi, sko. Það er svona, þú veist, en það komið líka því að mér finnst eins og svona hugmyndafræðileg kreppa þeim sem eru svona hægra megin á Íslandi og bara á Norðurlöndum er alveg óskapleg. Já, þetta er alveg óskaplegt og ein skýringin sem ég var að því ég var að fjalla í öðru hlaðvarpi sem ég held úti bók sem heitir The True Believer eftir Erik Hoffer, gefur út 1951 einstaklega áhugaverð bók það hvernig fólk haga sér inn í fjöldahreyfingum og hvernig fjöldahreyfingar í raun og veru fúnkera gagnvart fólki og þar er verið að tala að það er mjög algengt að ef þú ert í einhverju fjöldahreyfingu, pólitískri fjöldahreyfingu þá er það líklegast það sem er líklegast til þess að gera þig afhuga hreyfingunni er þegar hún dofnar. Það er ekki þegar hún verður of öfgafull. Það í raun og veru fælir fólk ekki frá. Það er bara þegar hún dofnar. Og þegar hún dofnar þá leitar það einhverju öðru sem er með þennan öfgafulla kraft eða er með þennan svona sértrúar söfnuðar element þennan anda og þennan þrótt og það skýrir að mörguleiti finnst mér hvernig margir sem voru kannski segjum bara 1980 borgaralegt, venjulegt fólk það var þessi stóra fjöldahreyfing bara borgaralegur hugsunarháttur bara sjálfstæði stefnan ef við viljum afmarka það á Íslandi sem það og svo dvínar þrótturinn og það dvínar einhvern veginn andinn úr þessu og þá leitar fullt af fólki sem var kannski þar bara eins og bara hægrimenn sem urðu bara vinstrimenn urðu kannski bara, kemur eitthvað nýtt kannski upp úr aldamótum, kemur feminismi þú veist, þá bara feminismi er rosalega svona kraftmikil hugmyndafræði hún segir þér, hérna hefur óréttlæti ríkt frá örófi alda og við hér í þessari hreyfingu ætlum að laga það og það er langt í land það er nóg að vinna eftir, við ætlum að umbylta öllu þannig að þegar einhver svona hugmyndafræði kemur, jafnvel þótt þú sért allt annars skonar þengjandi þá er hún svo samfærandi og þá leitar þú í það sem er í raun og einhver andi þannig að það er, þú veist, það eru skýringar á því af hverju þetta hefur gerst, það er bara að finna þér, það er hægt að hugsa margt þetta, það er þetta, við getum haldið áfram lengi, við erum búin að tala hérna í 1,5 klukktíma, er eitthvað sem við erum að gleyma þessum stóru málum hérna, eða Björn Jón Bragason, hvað var ég búin að skrifa hjá mér? Við erum alltaf búin að vera að ræða þessi stóru mál og þessi stjórnmál, þetta tengist allt á furðulegan hátt, stjórnmálun, menningin, tungan, stjórnmálun mega sín ekki mikil, svo við höfum ekki mikla trúa á þessari stundu, eða þannig, veist ekki vera.
Nei, en það er líka svona, já, það er svo líka, við vorum að tala um þetta með atvinnumennskuna sem er mikill bölvaldur í pólitíkinni, en svo líka bara, það er líka, það skortir fólk með reynslu í pólitík, sko, og ég er svona almennt, hallast að því að fólk ætti ekki að vera í þessu fyrir 50, sko. Nei. Menn ég hef verið búin að afla sér einhverja lífsreynslu. Já. Og svona ég held að þessi æsku dýrkun sé ekki góð í pólitík, sko. Nei, ég er saman að því. Ég neita að fara á þing eftir 50. Já. Eða 40 kannski. Þannig að, Björn Jón, erum við ekki bara búin að ná aðgætlega utan um þetta? Erum við ekki bara hressir með þetta? Held ég. Búin að fara við fréttivikunar, alls konar mál. Kæru hlustendur, þakka ykkur fyrir samfélgina og Björn Jón Bragason, sagfræðingur og lögfræðingur, rithöfundur, pislahöfundur. Með meiru, takk hérlega fyrir komuna.